you
Góða kvöldið og velkomin hér í leik kvöldsins. Það er fína fimmtudagskvöldi, það Þór á móti Sögu. Ég Leo Deathcake og með mér í kvöld verður hann Jói Shine, okkar einn allra besti. Velkomin. Yes, blessar, gaman að vera með þér hérna. Yes, þú bara tilbúin í hennar leik, við erum búin að vera spenntir. Já, við erum búin að vera hérna, ég er búin að vera einvöldlega mikið í mótorstjórninni núna, þannig ég er mikið inn í því. Þannig að maður er að fylgjast vel með þessu og ég held að þetta verði, ég var að segja hérna, Emberg var að spurða það og ég sagði held að þetta verði einn af jöfnustu leikjónum. Alveg 100%. Akkurat sem við fáum hérna, sko. Þetta er svona eiginlega liðin í akkurat 4. og 5. sæti. Þannig að fyrirleikurinn fór svo sem 2-0 fyrir Þór. En ég held að við séum alveg, það geta alveg orðið svona smá barnbörnir, sko. Já, við erum held ég að fara að sjá örugglega allt annan leik en við sáum í riðlunum. Þetta vissulega ekki sama liði og Saga slow burn lið, eins og maður kallar það. Saga voru miklu fljótari, þeir voru með lengi í gang, sko, og enduðu svo jafnir Þórsararnir, sem að Þórsararnir byrjuðu kannski aðeins sterkar og svona aðeins, þannig að þetta verður einmitt bara mjög jafn og skemmtilega. Smá svona dísilvél í Sögu, þeir eru alveg rosalega hægir oft og sem koma svo sterkir í lokin, yfirleitt bara þegar meiri í húfi, kannski pepparar, aðeins svona peppar í þá leiki. Líka bara, þú veist, þeir nota fyrstu leikin en basically var í næstu undirbúið, eða skilur, eða þú verður með eitthvað pre-season, menn spila svo lítið yfir sumarið ofta. Það svo oft sem þeir koma svo hráir inn, svo einmitt deildinni byrjuðu með þarna Músli, félag, ADHD, þú veist. Já, auðvitað. Eins og þeir væri ekki alveg til í þetta, sko. Svo bara þegar þeir fóru að tapa leikjum, þá held ég að bara, fokk, við nennum þess. Það ekkert gaman einmitt, það rosalega leitt að spila Counter-Strike og tapa bara. Já, algjörlega. Ef þú ert vanur í að vera að keppa í honum, skilurðu. Þannig að þeir fóru og sóttu aðeins betri leikmenn og eru konin með náttúrulega aðal gamla kallinn, sko. Veitu, Músli, var hann í fyrstu leikjunum? Já, hann spilaði svona 3 eða 4 fyrstu leikjunum minnum, svo kom Birnir inn, bara strax, Birnir fór með skjáltan, hann spilaði með þeim bara fyrir það og svo eftir það eins og svo fyrir seinustu umferðina held ég, að næst seinustu þá fengu við Varginn. Já, við vitum náttúrulega Músli þannig sér ekkert úrvalsdeilda leikmaður, hefur aldrei látið sjá sig í úrvalsdeildinni og það getur verið mjög hættulegt akkurat úr topp 4 contenderlið að vera með einn leikmann sem eiginlega á kannski ekki endilega heima strax allavega í þessari deild og ekki reynslunni í það. Þetta allt erfitt líka þegar þú veist, það kom inn í móti bara strax þegar var að taka niður skráningu og þá fór ég strax bara að skoða hvað var í gangi og ég var að sýta fyrir þetta ákveð og sé liðið og Sögu og þeir eru bara 4 og svo bara, þú veist, ég þekki mjög marga spilara. En hann reyndar spilaði fyrir bara löngu síðan, sko, byrjaði bara í byrjun eða CSGO, spilaði þá með ADHD og svoleiðis. En annars bara, þú veist, einmitt, kom og spilaði þessu nokkur leiki og hélt sér ágætlega meðan við, levelið sem maður hélt hann væri, þá var þetta alltaf læg, sko. En það sást bara svo fljótt. Það ekki þetta sem skiptir máli bara, þú veist, eins og þegar að vera á levelið við það og geta, þú veist, koma rétt og hendur eftir stöf og vera inn í metan og svona. Það held ég að væri bara eitthvað sem myndi aldrei detta fyrir þá, þannig að hérna. Nei, maður sé líka oft alveg, þú veist, það ekki fyrir suma leikmenn ekki endilega auðvelt kannski að taka þá inn í hvaða lið sem á meðan aðri leikmenn sem hafa spilað með mörgum kjörnum eiga miklu auðveldara með að fara inn og fylla inn í og þeir geta svolítið svona fljótt pikkað upp þráðinn á meðan sumir þurfa eiginlega að vera búnir að mynda eitthvað almennilega fótafestu í einu liði til að þeir fái svona almennilega skína, sko. Já, rétt. Mennirnir sem eru svona ringerar eða svona lánerar í kjarnanum sínum, sko. Þú veist, einmitt Vargur, verið að segja tímbil búin að spila með. Hann búinn að skráðu með alls konar rosterum, sko. Hann verið með bara, þú veist, hann með Ármannsstrákunum og svo var hann með skráðaðins með Dusty-strákunum og allt skráðaðins sub í rosalega mörgum liðum alltaf svona bara, ég skal redda ykkur í neyðinni, sko, því hann er alltaf í Counter-Strike náttúrulega, sko, hvort sem hann á stríminu eða ekki, sko. Þannig að, hérna, það hefur líklega spilað bara mörg ról, hann kannski getur eiginlega fyllað inn í flest. Já, hann er búinn að spila ofboðslega mikið Counter-Strike, bara, þú veist, það eiginlega, hérna, ekki hægt að vanmeta það, bara repetition. En við erum svona, tilfinningi sem ég kannski að fá frá þér smá að ég held að þú haldir kannski að Saga sé með edgeið örlítið inn í hennar leik. Nei, ég eiginlega alveg bara 50-50. Alveg 50-50. Já, ég myndi segja, sko, þú veist, ég ætla Þórsari bara alltaf. Þannig ég, þú veist, Peppa var alltaf Þórs-lænipinn og mér finnst það svona ágætilega skemmtilegt lænipinn. Ég hef gaman að Bjarna sem Vingem lítið og svona hvernig hann, þú veist, ég sá það á miðju tímabilinu að Þór til þess í kringu skjálta og fylgist með öllu leikjunum að því ég basically er í adminna leikinni við leik. Þannig ég sé hann allavega, einn leikur sem ég sá með þeim þar sem ég var alveg bara svona, já, Bjarni er búinn að drilla eitthvað. Þeir voru á defaulta í Mirrage og það var bara svona eins og þú defaultar bara, þú veist, stöffi lendi, þeir gerði allt í skrefum og þeir bara grilluðu. Hvort það var á móti Saga. Það var ekki hvort ég ná, en það var allan í kringu skjáltanana og þá var bara, ég bara sá, já, þeir eru greinilega búinir að vera að drilla sig. Bjarni hefur greinilega aðeins sett svona, tekið taumana kannski aðeins á liðinu. Já, stjórnaði aðeins og þá svona, hérna, kannski þá akkurat, sá leikur gæti að vera bara dæmi sem að Saga við séð að þeir vildu breyta eitthvað til, þú veist, reyna að taka þetta alvarlegar þegar þeir Þórsararnir minnir mér svona segjum í rústu þeim allan í öðrum öppinu og
ekki einu þannig að það held ég að vera svona en núna myndi ég segja að þetta væri bara mjög jafn leikur. Já, og líka svolítið ólík lið, við erum að tala kannski meira structured lið því að Þór, að meðan Saga svona miklu meira svona wildcard svona, og spila rosa mikið út af individual performance. En samt með bara svona rosalegt identity frá því að þetta alltaf sami kjarnin. Hann alltaf með sömu þegar þrjáðust þannig að ADHD, Dom og þú veist, eins og Skúni eða Vizard búin að vera þarna lengi, þú veist, þannig að þeir alltaf með svona sama, þú veist, identity, þú veist, og Vizard fer alltaf í sömu possuna, þú veist. Já, þeir kunna að spila þessu, þeir vita hvað er að fara að gerast. Já, þeir spila alltaf sömu possuna og svo kannski fyllaði bara inn í á móti og svona, eru með grunn geta hendi eitthvað svona, einhver einföld og leyft mönnum, en þeir spila svolítið svona, leyfa mönnum bara að þeir vita að þeir eru með gott lið, þú veist, eitt af toppliðunum. Sama hversu mikið. Ég meina, Ílóvæs líka frekar ofalega, sérstaklega þeir voru með Mósel, náttúrulega mista hann núna nýlega, en þetta var alveg allir 3,2 pluss svona nána, sko. Spila mikið, eins og Enok spila mikið high level. Algjörlega. Og svona, hann er bara... Og Arguably bara svona, hann er svona, kannski vannmettnasti einn af þeim spilarunum í, þú veist, hann er rosalega góður, fær ekki endalega mikið kredit fyrir hversu góður hann er. Hann er mikið firepower fyrir þetta sögulið í entry sérstaklega, hann er góður að taka þessa slagi og vinna. Hann er alveg bara, þú veist, þegar horfir á söguleikina, þá er hann alveg bara svona í terri sérstaklega bara sturlað mikilvægur. Ef hann á góða leiki þá eru þeir góðir. Ef hann á lélegan leik þá er rosalega lítið, þú veist, ef hann deyr bara snemma og þau eru 4 eftir þá svona, þú veist, getur að en hann er svo óbóðslega sterkur ef hann tekur eitthvað opnum. Impactið sem hann kemur með, kannski. Það er fullt af pláss, þú veist, dregur til sín mikið af vörninu og þá geta hinni nýtt sér það að, þú veist, þeirra minkar aðeins athygline á þeim, sko. Algjörlega, en áður við fyrir kannski að skoða line-upið þá bara spurning, hvað er spáðin fyrir þennan leik? Ég spáði Þór 2-1. 2-1 Þór? Ég ætla að henda þá í 2-1 sögu. Ég hefði á tilfinninguna að Vargunni gæti reynst Þór frekar erfiður, en það er náttúrulega bara spurning, sko, hvaða Varg við erum að fara að sjá. Er hann að fara að vera að mæta vel stemdur og er klefinn að fara að vera góður í á sögu? Það er kannski svona mesta spurningamerki oft með sögu er hversu sterkur í klefinn að fara að vera í leiknum, sko. En ef hann er góður þá held ég mögulega að þetta edgi kannski 2-1 saga, en ég held að þetta verði alltaf 2-1 sería, alveg örugglega. Mér finnst alveg, þú veist, við erum að fengið rosalega lítið af þeim, bara í öllu tímbil. Þá sem við bara spilum alltaf deildir af allbesta þrjá, það er bara mjög fáar þannig séð þörn upp. Liðin hafa samt spilað mjög mikið að tæpum möppum, þú veist, einu þeirra, en svo er oft eins og það að verið þannig sérstaklega fyrsta mappi við tæft, að það er svo drepið sem bara lappaði yfir í seinna, sko. Það er akkurat búið að vera sama tilfinningu ég er að fá, akkurat, þetta er búið að vera svona, mjög tæft í byrjun og síðan ef þeir vinna það mappa, bara mórallin farin, 13-5, 13-4, eitthvað svoleiðis. Nú erum við konur í play-off, deildin er oft þannig menn, svona, ok, við töpum leiknum, þeir mitt margir eru bara að stefna þessu top 6, vita það Dusty líklegast sterkastir vinna deildina en þeir kannski, þannig að þeir eru bara mest, þeim er alveg sama hvort þeir séu mitt í þriðja eða sjötta svona í þessu, kemur kannski eitt kvöldið og bara fyrsta mappið tætt og svo tapar og svo bara klárast hitt, sko. Þannig að mér sýnst það svona aðaldótið hafa akkurat verið að reyna bara að vera öfuð megin við Dusty í bracketinu, það voru svona flestir að slást það og að vera ekki þeim megin bara til að tryggja sér auðveldari leik kannski í finals en síðan alltaf Dusty bara með sterkt lið, skilur. Ég fekk einmitt samtal frá einum leikmanni sem er með hver að vera en liðið sem sigur að þennan leik mæti Dusty. Ég fekk samtal frá einum leikmanni sem hann vildi svona bara vera potthittur. Er þetta rétt? Erum við hérna á þetta að vera svona? Og ég er talað, ég var búinn að ég vissi það fyrirfram bara, þú veist, það er alltaf contention, þú veist, og svona, jú, þetta hefur að vera í rauninni alltaf eins, það er bara en ég skil þessi lið vel að því að mitt, þú veist, það er nánast þannig, sko, ég hugsaði mitt bara því ég er búinn að vera sjámundurinn og hvort að format sem geti verið að vera með að vera taka bara eftir þennan undanúrslitabracket að hafa lower bracket líka til að annað, þriðja, fjórða seti keppi meira, auka leik til að þú veist mögulega þetta er nefnilega orðið svolítið vont nefnilega það lið sem er að mæta Dusty því Dusty er búin að vera nokkuð dominant núna bara í kjarnir var Þór og er Dusty er bara búin að vera dominant í smá tíma núna og þá getur verið oft svona svolítið mikill bömmer eiginlega fyrir lið sko 2, 3, 4, 5 og eiginlega næstu 6 líka eru öll svolítið að vinna inn á milli hvort annað. Deildin er núna í ár, hún sko Dusty er 7-0 og hinnir eru sko 5-2, 4-3, þú veist það er rosalega bara munað þarna einum leik upp og rugglist allt í rauninni smá sko þannig að þetta er svona mjög mikil, þú veist það liðin sem dett út í undanúrslitum þau gætu léttilega að vilja spila sína milli upp á því það er mjög jöfn lið og þau myndu jafnvel vilja spila í dólinn sem færa að fara í úrslita móti Dusty kjarnanum einmitt, lið sem þetta út undanúrslit það er ekki sagt, við hefðum alveg getað unnið þá líka ef við bara fengið réttan bracket Algjörlega, ég er alveg sammála því að kannski loser bracketi myndi líka alveg bara vera mjög spennandi bara konsept að gera meiri spennandi leiki þó upp á þá annarsæti hverjir er í rauninni heima þar að eins og staðan er núna, þá veist KPJ og Vikan náttúrulega bara tiltölulega þægilegri leið þannig séð í sín megin að þið eru vitað að þau eru ekki að mæta Dusty fyrir en alveg í lokin sko.
En KB náttúrulega bara átti það slott bara algjörlega inni, þú veist, og Vika kannski bara heppnir að þú veist, náttúrulega vissulega unnu Þór og Sögu og náðu að tryggja sér þetta. Já, en byrja að spila bara miklu verri í rauninni því lengra sem dró á tímabili, það byrjar að vera meira shaky í lokin, sko. Já. En við ætlum að bara byrja að draga upp line-up Sögu hérna og fá að sjá hvaða leikmenn við erum hérna með í kvöld. Og þetta í rauninni bara kjarni og við erum búin að sjá. Það engar leikmannabreitingar eða neitt þannig, fyrir utan Vargin alltaf, en hann spilaði seinasta leik líka. Já, þetta er rosturinn sem þeir eru búin að spila með núna senastu 2 leiki og við erum búin að spila 4 en við erum búin að spila alltaf og svo erum við búin að rótera svona 5, sko. En eins og þú sagðir, rétt, já, þeir eru búin að svona vaksa inn í þetta. Já. Og hérna, allt annað að sjá það komandi inn í þennan leikheldur en fyrir í tímabilinu bara svona áraði yfir þeim og þeir tóku, eins og þú segir, þeir tóku náttúrulega bara KBJ í seinustu umferð og eiginlega bara bökuðu þá, sko. Algjörlega. Svona leik sem að fyrir hann það var svolítið erfitt fyrir KBJ-umferðinni, það var 0, hann skipti ekki máli fóru áttina, en það er samt erfitt fyrir þá að tapa þeim leik upp á það, þú veist, það er seinasti leikurinn þeirra fyrir næsta leik, sko. Það getur líka verið alveg kannski högg á, þú veist, bara sjálfströstið. Þú ert búin að fara að við erum búin að vinna alla og gengur gett vel og síðan fá þeir bara svona tusku þetta í andliti, það sem er bara labbað yfir þá í lokin og það kannski á móti liðið sem er ekkert búið að vera, þú veist. Nei, í rauninni ekki. Ég held að Saga hafi verið. Jú, og þeir voru líka, sko, þú veist, 1-4 eða 1, þeir byrjuðu tímabili mjög hægt. Þeir unnu 2 eða 3 seinustu leikina, sko, til að ýta sér í gegnum playoff-spotti, sko. Þannig algjörlega, þannig að þetta er svona. En við erum að sjá, þú veist, ATHT á vappanum hérna og síðan ertu bara með ræflar á restina, kannski mikilvægasti leikmennirnir af mínu mati fyrir hennar leik og mesta kannski svona ábyrðin myndi ég alltaf setja á Vargin og Enok, Vissvart. Já, ég er alveg sammála því, sko. Liðið svona, eins og segi, terrorleikurinn byggist alveg mjög mikið í kringum hvernig Vissvart spilar, hvernig hann tekur mikið pláss, gerir mikið af plays og hinir spilir kringu það og já, Vargur nefnilega er búin að vera bara eiginlega ógeðslega góður. Statslega séð, ef þú skoðar bara tölurnar, hann verið bara mjög góður í þessum 2 leikjum sem hann spilað. Hann var ekkert eðlilega góður allavega í seinasta leik sem ég sá. Ég misti náttúrulega af leiknum á móti Hyper, en leikurinn á undan, hann var bara algjörlega það sem tryggði þeim alltaf sigur í train og var líka mjög góður í núk. En annars þá bara verið tilbúin að draga þetta upp þá line-up hjá Þór í kvöld. Og þetta er bara saman við erum búin að vera að sjá, bara sama line-up, Bjarni, in-game leader, Viktor, ég gerir ráð fyrir Mozart núna á vappanum, myndi ég halda allavega með við þetta line-up, það er svo sem ekki annar vapparspilari að sjá. Stjáni Gulli, Tætt og já, Tætt náttúrulega að spila mest kannski í svona lurk-pósur, svona svolítið einn, og menn hinir 4 að vinna saman yfirleitt í einhverju svona hóprúu, sko. Algjörlega, láta Mozart og Viktor eru pottet svona alveg svona mestu space-takerarnir, taka mikið pláss og taka mikið að plays í terrorleiknum. Þeir taka opnanirnar á meðan hinir spila mikið í kringu það. Bjarni og Stjáni spila mjög mikið support og einmitt beggi Tætt líka. Þannig að algjörlega, þetta er svona, einmitt, eins og þú sagðir, þetta er meira svona strúksjúra lið, það er pottet meira svona pælingi mitt í gegnum það að það eru örugglega in-game lítir, það er einhverjir 2 agro-entry rifflar og 2 lurk-rifflar eða þannig, sko. Þannig að það verður bara gaman að sjá, þeir eru búin að vera svona malla í gegnum hlutina. Þú veist, alltaf litið út fyrir að vera bara mjög öruggir í svona einhverju öðru 3. eða 4. sæti og Skjálta voru náttúrulega litu vel út þangað til að spila á móti Dusty, þá var bara gjörsamlega saltaðir. Þannig að það verður gaman að sjá það verður örugglega betri leikjunum hérna og minni kannski svona stjörnuspilarar við kannski svo sem kemur lengst í Mozart, svona high stílóðastur og mesta frag-powerið í honum. Hann er einmitt núna bara, ég fletti upp í gær, hann bara 3. high stíló á landinu. Er hann ekki 3,6 eða eitthvað þannig? Hann er bara hjá Tony og Peter. Algjörlega, og það er kannski mikil pressa á honum upp á akkurat þetta firepower, hinir allir bara mjög þétti leikmenn, kunna allir leikinn, kunna spila af hvoru öðrum og í mörgum tilfellum, þú veist, það þarf ekkit endilega að vera eitthvað svakalega hittin og góður í að taka fæta eða þú bara gerir það vel. Þú veist að taka þetta með advantage. Uppskriftin sem að Þórsararnir myndu pottet setja fyrir leik sem þeir eiga að vinna, þá er einmitt Mozart og Viktor bara á öllum cylindurum að fragga. Þá líka að þú veist, ég get lofa þér þegar Bjarni er að búa til einhver svona gameplan, hann miðar við út frá því að þeir nefnir svona leikmenn að þeir eigi að geta gert einhver ofnun, það út frá því gerist eitthvað. Það hefur sést, einmitt, Þórsararnir tóku map af Dusty hérna í tímabilinu núna fyrir í lokin og þá einmitt var Mozart bara, hann var með 90 ADR í gegnum allt best á 3, bara gjörsamlega hélt alveg í við þá, sko. Algjörlega, þetta er bara lítið vel út og við erum bara tilbúin að fara þá bara í vídeóið og bara spurning hvaða möpp við erum að fara að sjá hérna í kvöld. Þau spiluðu Mirage og sko vídeóið hjá Sögu verður Mirage eða Overpass. Það er alltaf verið það, en Þór spila bæði bara og hafa pikkað bæði, þannig að Þórsararnir eru með advantage í vídeónu því að þeir fá að pikka Mirage eða Overpass og það er svona mapp sem að ég veit að Saga
er ekkit endilega hrifið. Nei, Það er ok. Fróðlegt hvort að Þórsararnir muni pikka, fyrst þeir banna Mirageana, hvort þeir muni pikka overpassin. Ég held að sé þannig af því að Þórsararnir eru búin að pikka þó nokkuð mikið. Hvað Þórsararnir banna hérna á Ancient, jú, það er permabannið þeirra. Þannig að þá ætti þetta að vera hérna þessi overpass pikk hjá Þór. Og Hvað Núk líklegast hjá sögu, Já. akkurat. Akkurat, Núk ætti að vera overpass pikk hjá Þór og svo myndi ég halda þá að Train verði dísrættirinn Já, hérna. það er líklegast ekkit ólíklega. Ég held að bæði lið eru almennt hrifin af Train Já. og eru svo sem til ég bara að fara í þennan slag þar. Þetta er Þetta er svona nokkuð veginn það sem maður er búin að vera að sjá líka bara frá mörgum liðum. Þetta Núk, Já. Overpass Train er búið að vera svona mikil uppskrift alla hjá topp 6 liðunum. Já, algjörlega. Og þetta er í rauninni bara sama mapphólu þau spiluðu í tímabilinu núna, nema Mirrats var það seinast, skilurðu, þeir bara ákváðu núna að sleppa Mirrinu. Já. Þórsararnir rústuðu þeim í Mirrats seinast, þannig þeir ætla frekar að fara í overpass hérna og Saga fara að byrja í sínu mappbyggi, byrja reyndar að halda það í Terry Núk, en hérna ég myndi halda að við förum bara í Train með bara hérna að þau vinna pikki sín. Já. Saga vinni Núk, Þór vinni overpass og við förum í bara third map Train eins og á að vera. Já, Saga er akkurat svona lið sem að ég held að því víðari sem uppin eru. Þú veist, eins og Mirasa sem er svona því meiri ringulreið sem getur skapast í mappinu, Já. því í rauninni verri eru þeir í því. Já. Þeir eru miklu betri akkurat í þessu þröngu færum og þannig og eru bara mjög góða þar og maður sér það líka bara yfir með mappikið þeirra. Þeir velja þannig mapp sem er bara mjög líkt öðrum liðum líka. Þú veist, Vega gera það sama, þeir eru meira í þessu. Það er mjög svona synkronæsa mappúli hjá íslensku liðum alla jafnan sko. Það eru allir yfirleitt hrifnir af Núk og Train eru bara rosalega vinsæl. Já. Svo var þetta náttúrulega Anubis. Já, Anubis akkurat. var náttúrulega bara, þú veist, það var einmitt svona algjört. Overpass kom næstu í staðinn af því að það voru mjög margir sem pikkuðu bara upp á af því að Overpass var alltaf spilað tiltölulega mikið í íslensku senni. Já. Það var ekkert svona eitthvað, við vorum ágætlega fljótir að það kom inn náttúrulega með koppul og allir slepptu koppul. Þannig að það er svona neittu spila taka Overpassi sko. Já, Þannig akkurat. að þetta hefur alltaf verið mapp. En þetta er líka svipa og maður sér akkurat í Faceit, þú veist, Íslendingarnir eru bara eiginlega ekki dýmir að segja þetta. Þeir eru reyna að forðast þetta eins og heita eldinn og Já. það er bara búið að dreifa sér eiginlega bara í Og Infinite. flesta Íslendingana. Og Infinite Einmitt, náttúrulega, já. alveg bara Infinite líka svona eitt af þessum möppum sem er bara almennt erfitt að spila, þú ert ekki með góð execute og take og bara góðan skilning á mappinu og þetta er alveg flókið mapp. segja alltaf í Inferno þegar þú lendir í Puggy, Já, nei í Faceit, að hérna bara í Terr, bara, við verðum bara að nenna þessu. Já. Þú verður bara að nenna að spila rándi þangað til að eru 30 sekundur eftir. Já. Annars ertu bara, þú veist, fastu bak við smók allan það tíman er bara svo auðvelt að þú ætlar að reyna eitthvað án þess að sé bara súper útpælt sko. Þarf Já. bara að nenna að dreina og þetta er mapp sem er örugglega besta mappi til að útskýra hvernig Counter-Strike ætti að spilast. Já. Hvernig þú svona dregur stöffið út, færi rotatin og gerir alls konar hluti sko, þannig að þessan er það yfirleitt frábært mapp í stórum pro-leikjum svona, Já, þú veist, það spilast alltaf rosalega flæðið í því er gott fyrir það sko. Já, en ég skil vel að Íslendingar er ekki rosa hrifna þessu, hafa kannski ekki endilega þolinmæðina til að býða alltaf út allan tíman, þetta dregur alveg rosalega langt sko. Ástæðan fyrir að Dóa Critical-liðin voru alltaf góða inn sko. Já. Laðið bara þetta, hann gat bara kent, þetta á að vera svona, þú gerir þetta svona og svona. Já, akkurat, það er bara svona ákveðin uppskrift. Algjörlega. Það er lítið kannski þetta variability yfir hvernig þú átt að spila þetta mapp, þetta yfirleitt flest liðir að spila þau eiginlega eins Já. og sem bara hver spilar það betur eins. Svona Algjörlega. nokkuð tilfinningin. Algjörlega. En þá erum við alla að tala hérna Núk Þór almennt, þú veist, það væri ekki bara verið nokkuð Jú, þéttir jú. í Núk eða? Jú, eins og ég segi, þú veist, öll íslensku liðin hleypa alltaf Núk í gegn Já, og þannig er þetta oft bara með spurning svo sem pikkar það er smá taktík í vítóinu Já. og það að pikka Núki þegar þú þarft að byrja í þær. það er nefnilega málið og þetta er náttúrulega kannski mest shitty-sætið eins og staðinni núna af möppunum sem eru hérna inni, mögulega. Jú, þetta á Train hefur Já, eitthvað og að spilast mjög sítisætið sko, en hérna, og reyndar Overpass líka, þetta er þrjú einmitt mjög sítisætið með gott af í huga, Já. en aftur á móti er það þannig að hérna, það verður oft verið ekkert svona allt og mikil hérna, þú veist, senan okkar fylgir ekki endilega pjúra þessu, Nei. það er meira variability, það er líka dátt góða terrafleika, einmitt bara rakkað upp, vinnið Já. swing-round, force-round til að taka peninginn og gera hann erfiðan fyrir CT-ana, þannig að hérna, en þetta hefur náttúrulega verið eftir að þeir buffuðu CT economy, gáðum þess að 50 auka dólar fyrir killinn og lækkuðu held ég aðeins verðið á einhverjum hvort það molla eitthvað svolítið, þannig að þá hefur þetta aðeins svona, það hefur þetta orðið CT-set meira Aðeins því að meira aftur, já. auðveldara fyrir þá að hérna, stjórna peningnum og þannig sko. Þannig En- að þetta verður Þú ert að halda að hver taki þá Núk núna? ég held að þetta verði samt eins og ég held að Saga taki bara nóg mörg ránd 3-4 Já, eða 5 í hérna terrálkunum sínum
og Loki þá bara CT-inu. Mér nefnilega grunar að Saga geti lent í meiri vandræðum í Núk heldur en þau lenti á móti KBJ. KBJ lið sem er óhrætt oft við að taka slægina fyrr, aggressífari lið í CT, þeir eru miklu meira að mæta á þannig og fyrir liðum svo sögu það bara mjög flott, þeim finnst það bara þægilegt að taka þessa slægi ef þú ert að fá það í andliti auðvitað að taka á. Þór ekki að fara að gefa slægina svona auðvitað, þeir eru yfirleitt með aðeins meira taktikari hold og það er bara spurning hversu auðvitað gengur fyrir sögu að í rauninni draga það út sko, til að fá þessi auðvöldu pikk. Ég er ekki alltaf vissum að það verði auðvöld og í rauninni held ég að Saga verða að byrja mjög vel. Já. Ég held að þetta reynir svolítið á það. Ef að Saga lendir í einhverjum veggarna í byrjun, kannski tapir pistol og bærand eftir því, þá kemur við bara ekki óvart að Þór bara loki sér alveg. Það er mjög svona hættulegt fyrir henni í fyrsta map, byrja þær, þú verður einmitt að byrja strax líka bara að þú koma þér inn í leikin. Já. Það er mjög stórt einmitt að þó þú myndir einmitt segjum þú tapir þínu mappi sem Núk, ef þú tapir allan að tæta þessum spilum rándum, það er þægilega heldur en þú veljið mapp og ert bara gjörsamlega döngaður einmitt, tapir kannski fyrir 10-2 og svo bara tapa pistol og staðan er orðin 11-2 og hérna, þú veist ekkert hvað það gera. Nei, akkurat. Og þetta er líka bara svolítið þannig mapp, þegar þú lendir á vegg, það getur verið oft mjög erfitt að fara yfir hann. Og Núk er líka þannig mappa sem að það eru eiginlega ekkert öll lið að spila það eins. Holdin getur verið mismunandi, þetta meira hefi úti, hefi inni og þá er þetta oft bara hversu fljótt er terliðið að fatta hvar veikleikin liggur, að einhvers staðar verður veikleikin að liggja í mappi eins og Núk. Og þá er þetta alveg, þú veist, já, það verður allavega áhugavert að sjá allavega hvernig Saga tæklar þetta, af því þetta er meiri kannski pressa á þeim að þeir byrja á verri helming. Já, þeir byrja í terrin og vilja vita að þeir þurfa að setja ránd saman, þannig að hérna, það verður mjög fróðlegt. Liðin alltaf að fá að, hérna, já, þeir geta stjórnað þess aðeins. Hvernig eru búin að finnast núna eins og ADHD? Hann er búin að vera svona mínum mati í þessum leikjum svolítið svona upp og niður. Annarkvort bara skila vel sínu og kannski meira, en síðan líka aðra leiki ekki endilega jafn sjáanlegur, sko. Held að bara síðan spila miklu minna svona. Það er klálega málið, sko. Hann er svona hérna þannig að til þess að hann fær meiri tímana, þú veist, svona repsin alveg. Þú veist, í röð og þá held ég hann hitni upp í það, sko. Þetta er nefnilega það sem er svo hættulegt að vera með leikstíl eins og ADHD sem er svona fáranlega aggressífur og hann er líka svolítið svona viltur spilari, kannski einn af þeim vilturstuð í deildinni. Þá er þetta akkurat að þú ætlar að taka þessi færi. Hann fer held ég oft í færin haldandi hans í ennþá í sama formi og var þegar hann var að spila, þú veist, áður en að börnin komu og allt þetta, skilur, og var með kannski 2-3 meiri tíma, þá voru þessi högg að lenda. En núna er þetta búið að vera svolítið svona hittir að miss. Annarkvort er hann að finna sér ógeðslega vel í þessum eina leik, að sé ekki bara mapp númer 2 og ekki sjáanlegur. Og hann þarf í rauninni að mínum mati kannski að reyna bara að finna smá svona baseline, reyna að skila allavega alltaf lágmarki og meira ef þú getur. Og ef þú ert að finna þú ert ekki jafn heitur, þá bara fari aðeins meira svona passívari spilastíl og leyfa bara liðinu sína algjörlega að sjá það bara að halda og bara supporta meira, sko. Algjörlega. Það er gaman að sjá hérna hvað Saga púla í pisturrándin í terr, hvort það er einföld hérna rampkontakt og bakka inn, þeir eru svolítið svona, ég veit að þeir eru hérna því taka smá sína bombuna ramp, fara svo inn, gætu líka tekið og sendi inn og út inn að Wizard með P250. Já. Það er líka svona play. Það er búið að vera svona, já, mikið sem maður er að sjá, einn með P250 að taka þessa slagi við Úrslit. Sýnist það að vera nákvæmlega allan, er hann með P250-ið? Þeir fara hérna, já, þeir láta hann bara alveg leiða fyrstan. Já, þetta er bara 5 manna úti wallpick hérna og Viktor einn að taka á móti. Ég er held ég búinn að sjá allavega 2, en núna er hann komin held ég bara með upplýsingar og þeir eru að kera hérna niður allir. Stórt kill, hann sá nú ekki nema bara, þú veist, 1 eða 2, með þetta er spurning hvernig. Þeir eru að bakka upp aftur, sýndist mér. Nei, ákvað kom þetta hérna niður. Það er ekkert komið niður, og það er tveir að vera komnir í tjeð, eins og það er fáði líklegast plantið hérna. Já, erfitt að stoppa þetta, ekki nema hann sé heppinn að hitta þarna í gegn. Reynir ekki einn svona á það, sýnist mér. Engin kitt á sítjónum, þannig að það er fljótu tæmir á þessu. Parkur greinilega með ykkur. Já, lappa frí línuna, ADHD tekur á móti, Bjarni svarar. Þetta er bara trade stitt í hérna. Þarna er kitt, hann dó kittið. Ok. Þannig þeir þurfa í raun að fara að sækja það ef það er ætla að reyna í þetta. Tíminn að telja. Þetta er skemmtilegt flass þarna hjá Enok. Vel spilað þarna hjá Sögu niðri. Taka þarna, þetta er 5-3 sem er loka. Viktor tekur fyrst og svo tekur hann líka annan inn í fyrsta byrjunar ítekinu, þannig að þeir treyta þetta hratt niður hann í lokin. Það gerist líka mjög hratt þarna í akkurat eftir að koma niður úr Secret, þá var þetta bara, þú veist, skipta leikmönnum þarna til skiptis og Enok endur síðan að taka þarna 2 og hann er þá svona eiginlega algjörlega hægja á þessu og eftir að Kitten deyr þarna þá er svo sem ekki mikið eftir fyrir Þór til að gera. Þeir hafa líklega ekki tímann.
algjörlega, veistu þessu ennur hvað við síðan að drepp Kitty því að einhvern veginn svona alveg, maður sá hvernig þeir chilluðust niður hérna Tom og hann svo það upp á rítillu hérna leiði þeim svona tímanum að renna. Það er innir öss. Gott röss líka, bara einn að taka móti Mozart og þeir fá þá aðeins bara alveg gefins, ná alveg að útiloka hann. Strax komið rættir hérna. Hann er bara með tech 9, en nær einum, greinar hinn. Já, flott hjá ADHD. Ætti að vera hérna. Bara save líklegast út af þessu. Já. Þeir eru bara að forsta inn í þetta ránd, þannig peningurinn ekki góður, bara rétt niðurst það held ég bara að halda þessum opnum. Skátt og tekið það sem geta mögulega haldið. Nær Dom einhverju uppgritt á þessar mökku. Það er svona spurning hvort að skún var með eitthvað annað. En safe round hérna og Saga mjög, hann rössaði bara einn inn. Það fór enginn út neitt nema hann var búinn að fara inn með mökkuna með flössunum. Nei, það var í rauninni ekkert eins og lobbycrunch eða neitt. Þeir fóru hann að 3 til að labba rampinn, þeir rauninni hægt og sem bara einn á gólfinu og þetta var í rauninni bara rétt call hjá Sögu að bara hjóla þarna inni og taka þetta bara gefinn sko. Oftar en ekki líka í þessum force roundum og hann er þetta svolítið eins og Blaskari Stage sko. Já. Förum allir úti, ertu að fara að mæta 5 greinum eða bara engum, eða þú veist, þetta er svolítið þannig sko. Það er alltaf, þetta eru nokkrar svona metataktíkur sem þú þarfst að reyna að spila á móti og veist það er einhvern lobbycrunch eða greinar úti eða einhver svona aðeins öðruvísi stökk. En í rauninni byrjunin sem Saga vildi. 100%. Samina, Vargur, stefnir beint á rampnum hérna. Default hjá Sögunni hérna. Bara svona hægt og rólega að reyna að fylgjast með vita að þeir eru með lítinn pening, þannig að þeir eru held ég bara að reyna svolítið að finna hvar stakkið er. Og þetta munum við sjá í gegnum bara allan hálfleikinn. Enoch Wizard úti hjá þessum rauðagám, taka fæta, hann er mikið með tósa til sín og annarkvort með marga á eftir síðan eða þeir taka eitthvað svona, labba hliðina á þessu. Labba hérna aftur aðeins alveg opið, aftur bara með einn inni. Mér finnst athyglisvert að vera með svona fáa inni í pissaróndana því þú ert í rauninni með mesta advantage í þeim færum sko. Rannstakk báður þannig, stökkur hann ekki þannig og svo löpur hann, þannig að hún er að gíska á rampinn. Örugt til Sögu. Já, þetta er í rauninni smá óheppilegt því ég held að Þór viti alveg að, þú veist, vita eiginlega allir að pistöðunlega er alltaf að fara inn á A-inu. Þannig þeir fara á rampinn til að vera aðeins öðruvísi en Saga bara í rauninni gera þetta vel. Reyna bara að fá upplýsingarnir hvar þeir eru, fatta að þeir eru alveg opið, taka það og þá er í rauninni Þór bara í smá vandræðum, sko. Sjáum hérna ADHD með fremsta spónið. Hvort hann fari í eitthvað play með því. Mozart kominn á varpa núna. Það er venjulegur útiveggur. Þessi útiveggur getur líka verið mjög erfiður af því þú heldur og þú hefur hleypt ykkur framhjá og það er oft bara nóg til að... Geðveikt leik. Já, komið fór. Tætt! Tætt hérna með 2 en reloadar. Þetta er núna alltaf stjána gula hérna. 1-2. Rísa triple K hjá Tætt. Sér 1, en hann er með backupið í Dom hérna. Það er að taka hann út. Já, það var hérna hendur vegnum og Enoch Fósis að framan með hann fór... Vinstra megin með vegginn í rauninni. Já, vinstra megin við rauðan. Þannig að það kemur svona gap, þannig að hann sér gaurinn og Kenny og tregur hann strax og bara mætir svo vippan og þeir eru tilbúinir að pounce á þessu. Já, á þessu pikki. Þetta var bara eiginlega 100% eins og kallið átt að vera. Að hann er pikkin úti, þá dregst vörnin aðeins, þá poppa þeir inn og þetta rauninni leit mjög vel út þangað til að Tætt tók samt triple kill. Þetta var í rauninni akkurat, þetta átti í rauninni aldrei að vera close með að þeir fara inn á 2 og allt á Tætt en hann bara algjörlega næra galdra þarna 3K úr erfiðari stöðu. En dugði ekki í þetta skiptið. Og fara að Saga einmitt snúa svolítið við, fara bara út allir. Skemmtileg posa þarna hjá ADHD, hann mun líklega bara sjá það að vera að labba þarna inni. Sjá, þeir ná að labba í ellið. Veit hann á þeim? Líka bara yfirvegað. Þeir eru bara að halda, við vita að Þór þarf að gera eitthvað. Já, ADHD náði þarna. Vá. En... Síðast eftir hann kominn aftur. Þetta var bara clean. Hún er alveg ágætt sko,
þessi fyrstu 2 skotur, svo er hún hættuleg. Já. Já. Þeir eru bara búin að umkringja allt hérna og Saga líta mjög vel út hérna. Líka sko að því að þessi peningurinn er nokkuð góður því þeir eru bara valla að deyja. Já, þeir eru búin að næstu með 2 þarna. Já, algjörlega, þeir eru núna í rauninni bara búin að tryggja sér að jafnvel út í tapið 2 eða 3 rándum þá eru þeir samt með pening. Já, algjörlega. Þetta er í rauninni ekki það sem að Þór vill sjá sko. Nei, þeir geta ekki brotið bankann. Saga er komin með 5 ránd í Terry Núk sem er í rauninni bara fyrirfram bara hérna mjög mikið svona gott. Maður myndi bara segja fínt áralgur. Já, algjörlega, 100%. algjörlega. Það er bara lágmarks niðurstaðan og í rauninni bara mjög fín að ná þessum 5. Já. En meðan við bankann þá erum við örugglega að fara að sjá allavega að lágmarki 23 ránd viðbót. Þetta er allan að verður sko, ef að Þórsarnir taka þetta í 7-5 það er alveg impressive sko, því þetta er hérna Saga er í mjög svona góðu komfort svona líka búin að runna, þú veist, þennan vegg áðan og fórum með honum ekki eins og inn í honum. Já, þetta er bara niður með honum núna og það er þetta. Ég er líka einhvern veginn almennt ekki hrifinn að þessari pósu þarna hjá Rauða, af því það er mjög mikið skoðað hana. Ef ekki príkreina smókinn til að tryggja og ert ekki þarna eða eitthvað svoleiðis og þetta er eiginlega í bestafalli one and done. Já, fór hérna og þeir eiga niðri Stjáni í ténu. En viðst það að gera hann hérna, já, þetta er bara masterclass af CS hjá Sögu. Þeir eru bara algjörlega að ná að mæta þeim alltaf með advantage í öllum færanum sko. Já, algjörlega eru búin að svona sundurspila þetta og sjáum að Þórsararnir fara með sparið. Það er ógeðslega erfitt þó það sé, einmitt, þetta er rétt play sko, en þetta er hundleiðilegt. Bara 5-0 undir að hérna, þetta er svona walk of shame tilbaka. Já, þetta er... Enn og aftur, það eru 4 að lifa hjá Sögu, mestalegi 1 að fara í höndi, þannig að það er aftur peningurinn að hérna, peningur getur bólgað ennþá meir út. Nú er bara spurning svo, já, tekinn strax hann að vita af appanum, hann líka og auðvitað tæt einu sem kann að fela sig eins og maður. Já, þetta er líka svolítið svona hálf lélegt kannski píkarna á setíinu, alveg opinn. Það er alveg þannig að þarna þegar að taka okkur sem í burtu, þá verða þeir að seifa sko. Já. Það er ennþá verða einhvern veginn að missa byssurnar, peningurinn eins og við segjum bara alveg, þú veist, það er hérna riffill og ekkert jútileila á mönnum. En hvað þarf Þór að gera hérna? Byrjaði myndi ég taka allan niðan taktíska. Það eru 6-0 undir. Já, það er ekkert pásu komið þá. Einhvers staðar heyrði maður reglu á coachum að þú tapar 5 í röða og tekur pásu sama hvað til að bara svona... Kæla bara eins? Já, bara hérna einmitt. Pásan þarf ekki að vera djúp taktík, hún þarf að vera bara hérna, herðu, 1-2 hlutir, hvað eru þeir að gera, hvað viljum við gera mótið í? Já. Það er svona gameplan. Þannig að Saga er í rosalega flow state. Þetta er alveg einokki bara að hlaupa hérna inn og nær alltaf pikkinu. Það er búin að opna hérna nokkur ránd í röð. Komnir allir niður Stjáni Gullu náttúrulega bara eiginlega lítið sem hann geti gert þarna. Bara allt og marga byssur að miða á hann. Stefnir í annars bara. Þetta er hérna, ég lýsti leik með Sögu hérna fyrir örugglega seinastu jól, bara svipuðum tíma. Það sem við spiluðu hérna Núk nákvæmlega eins. Sama alltaf, þessi veggur og svo eru þeir bara með svona mismunandi hluti í kringu það og þeir voru alltaf að fara einmitt bara niður og ég skildi aldrei hvað skildi þetta voru rosalega lítið af rétt á því. Þetta er líka ekki að mæta þetta í Secret. Þetta annars scenario þar sem sáum 2 molla lendi í ténu, þá fekk ég déjà vu bara svona, ég sé þetta bara áður, bara algjörlega það sem þeir eru bara búin að taka sætin og sítjarnir eru bara í alveg rugglunum sko. Og líka bara miðað við þetta, þú veist að sjá allavega síðustu ránd hafa er svolítið bara mikið verið að mæta þeim úti. Það er í rauninni enginn að mæta niður í Secret í byrjun. Þeir vita ekkert oft hversu margir er að sleppa niður sko. Já, Þórsararnir eru verið löngu búnir að til dæmis molla smókveginn. Stoppa þetta af bara. Þannig að allavega smókveginn lendi ekki, þá setur Sögu allavega í það einmitt að það er einu allar að krossa, það er hann að henda smóknum, það er að gera eitthvað í kringu það. Þeir að gera þeim þetta rosalega, þeir að leyfa þeim bara að gera sem þeir vilja og reyna einhvern veginn að reakta full seint fyrst mér sko. Já. Sjáum hérna, já þetta kemur mollinn, þannig að hann mun brjóta vegginn og þeir fara að grópa móti. Smá gatan á milli en ekki. Saga búin að henda
þeir eru búin að henda öllum 5 smókunum sín mínu vekk. Ég er bara aftur búin að opna hérna. Bjarna Vargur með Mozart inni væntanlega og, nei, úti. Þetta er bara öll rándin að spila nokkurn veginn alveg eins. Vissart gjörsamlega búin að vera töframaður hérna í þessum 7 rándum bara því að ekki nóg með það að hann tekur alltaf endrið, hann hefur aldrei dáið strax. Þú sér alltaf í rauninni auka svona play þar sem hann fer og tekur map control sem hann tekur ennþá meiri, þú veist, einmitt hræði sítjana og þannig að þú veist, það er bara hérna algjört masterclass í gangi hérna hjá honum sko. Já og líka, þú veist, þetta er rándin þannig sé ekki eins og neitt jöfn. Þeir eru ekki búin að eiga neitt erindi í neina þessu rándum og eru þið líka bara vont að hafa kannski bara 12-0 í núk. Já, þetta er hérna, þetta lítur út, einmitt, það er 8-0, það eru 4 ránd eftir fyrir Þór. 4 ránd sem eru algjört bara damage control núna sko. Já. Við höfum kannski hægt að spá meira 3 möppum, við fáum kannski hérna bara einhvern svona algjört bull, 2-13-0 hérna og alveg hérna. Já, akkurat, 2-13-0, 2-0 leik. Já. Ég meina, við erum allavega að sjá alla síðustu 2 leikir hjá Sögu hafa litið nokkurn veginn eins út. Já, það er enda. Þeir eru búin að vera bara nokkuð vel þéttir, sko. Já, sérstaklega í núk en einhver mótið tóku svipað í KP og unni mitt bara eitthvað 8-4 sem terri núk eða eitthvað svona sem er hérna núna loksins á rampin. Breyta til, akkurat þeir mæta mútið 4 á rampur, þeir eru að lesa þetta bara algjörlega rétt. Fá einnan í hell, vita að þetta er alveg opið á rampinum og keyra bara beint niður. Bjarni hins vegar heyrir í Vissart en ég held að Vissart sé bara meðvitaður að þetta er hættulegt og hann ákveður að fara að labba út staðinn. Já, Vissart líka, allir 3 vinir hans eru niðri, hann þarf ekkert að, hann getur bara labbað og einmitt. Já, hann er að sleppa þetta út niður og bara enginn að finna hann, þannig að bara N1. Já. Hérna, bomban getur við fengið scoreboard upp á hérna bara hversu oft bomban er búin að springa líka. Eða þess að þeir eru búin að planta í svona 7 rándum leik. Já, ég held það. Þarna hún er bara búin að fá að springa út. Mozart að reyna. Já, ekkert mikið erindi í þetta ránd. Staðan 9-0 fyrir Sögu og engin svör að sjá allavega ennþá. Þetta er bara gamaldast og rúst. Já. Það eru sko. Og bara líka, ef þú tekur það þannig að Þór er náttúrulega fyrir ofan Sögu í riðlatöflunni. Þannig að ekki kannski endilega leikurinn sem vorum að búast við að sjá í fyrsta leik allavega. Nei, þetta er aðalega hvernig leikurinn er að spilast. Já. Það spilast í rauninni bara hérna. Þetta er ekki swing round. Nei, þetta er í rauninni ótrúlegt. Þetta er 9 rándin að þau eru búin að vera, ég held að það hafi 3 lifað af eða fleiri hjá Saga í hverju einasta rándi. Nei, það leiði 1 áðan þeir eru reynda að hönda bara út í hið endanlega. Já. 1 sparrándi, eða Þórsson reynda að spara, þá drápu þeir allan nema 1 en annars hafa þeir bara hérna lifað og bara eru með þá alveg. Þórsson þurfa 100% þessi 3 ránd hérna og bara hérna og svo vinna eitthvað til að bara hérna og overpassi verðið mitt ekki að því að Saga fær síti overpass. Já. Ef að Saga setur þetta í bara algjörlega hérna þungaviktina þá fara þeir inn í síti overpass blazing hot. Það sem að hefur yfirleitt verið Sögu að falli í gegnum tíðina er að þeir hafa verið lélegri CT en Vargurinn er bara nokkuð góður CT-spilar og hefur svolítið held ég náð að pikka upp þann slakka sem að hefur verið í vörninni hjá Sögu. Og núna eru þeir heldur bara betra svona all-around lið en þeir voru áður. Alltaf með sterkan terrhelming, yfirleitt lélegri CT, núna eru þeir komin með bara nokkuð góðan CT og terr. Ok, vita 100% hvað Vissart með tikkið enn eina ferðina, þetta er búið að vera eiginlega bara déjà vu í gegnum öll rándir hérna. Þarna var þetta í gegnum smoke bara, þú veist. Vargurinn komið hratt upp. Dom nálægt í hött, tætlíklega bara að fara að labba inn í þessa línu. Já. Ég veit ekki hvað er í gangi hérna. Þetta er bara enn eitt seifist hjá Þór. Þetta er bara, það er bara mercy, sko. Já, ég á eiginlega ekki til orð. Nei, það er heldur ekki tækt held ég eiga þau. Þeir eru bara hérna. Þetta er svona eins og 10-0 og ekki 1 ránd hefur verið jafnt bara á neinum skilningi Counter-Strike og það er held ég endurifragið í hverju einasta rándi. Þetta er rosalegt beatdown. Þetta er, þú veist, við vorum að tala göt í vörninni
Þetta er bara eitt svarthól. Þetta er bara gata. Já, það er bara ekkert. Getur ekki máli hvert þeir eru að fara. Engin kill, ekki. Beggi Tide er búin að eiga eina bara svona smá glimpsið. Þannig að bara, vonunni, það sem hann tekur og einmitt það sem við sögum að það var round sem var stemi svona jafnt, en það var bara á bakinu á 3-3K. Það er 10-2 hérna og hérna. 3 á lífi, aftur. Já. Ég held reyndar að eitt af verstu liðunum til að hleypa í svona er Saga. Já. ADHD Wizard í einhverju svona algjöru komfortzóni. Já, þú ert ekki fýta ígóðið þeirra eins og maður segir. Nei. Það er bara það versta sem við getum gert. Já. En byrjum samt að sjá leikmann eins og Mozart sem er, þess að segja, er númer 3 á feysið. Hann er með 2-9, sko. Hvergi sjáanlegur, Bjarni með mikla reynslu hefur unnið titlaðar með 2-10. Ég veit ekki hvort að þetta tengist meira að Þór er bara ekki mætti til leiks eða Saga eru bara að spila það vel, en mér finnst Saga vera bara að spila ótrúlega vel. Þetta er einhver blandaði þegar þetta er svona svakalegt auðvitað. Já. Þetta er eins og ég segi, en fórsöndi geta hérna er þetta bara damage control upp á bara hérna líka halda klefanum ágætum, bara þetta sé ekki hérna. Nei, já, akkurat. Ég held að Þór séu nokkur búin að setja sig við að þetta er tapaði leikur eins og staðan er núna, sko. Já. Herru, það er hérna allt í einu svona round bara 1:20, ekkert entry. Nei, nú líklega svona entry inn á niðri, fær shotgun beint í andlitið, sýnist mér. Lappar hérna. Já, Viktor með gott pick hérna. Loksins fyrsta opnunin sem við erum að sjá frá Þór í rauninni núna. Maður sér að þeir eru mjög mikið á nálum Þór, vita ekkert hvar neinn er og Enok nær Mozart í vendinu, Vargur svarar hérna, tekur Viktor líka Dom. Þetta hrýnur bara strax aftur. Býtu? Pikkið upp í hennu, Tide með pikkið hérna. Hins vegar ekkert í frábæra stöðu vita hann. Stjáni kemur hérna upp, nei, Skún passar hann. Þeir lifa 3 samt, 11-0 og hérna. Ég held ég hef aldrei séð þetta gerast. Ef þetta fyrir 12-0, ég held ég hef aldrei séð 12-0 terhelming í Núk. Jafnvel þótt þú værir að setja sko annað deildalið á móti sko úrvalsdeildaliði, þá held ég að allavega 1 round myndi lenda. Eða sko, eiginlega samt líka hérna 12-0 svona. Við erum að tala bara 11 round sem eru hérna, þetta er hérna bara ekki jafnt einsunni sko. Þannig vorum við bara með entry, sko, geðið entry og svo bara strax hreinu það. Ég hef líka mikla áhyggjur akkurat. Nei, þarna kemur þetta roundið. Stjáni, hetjan, nær að stöðva held ég þetta 12-0 run hérna. Ekki nema, við ætlum að halda í vonuna. Já, það er, reyndar eru sko, Wizard er náttúrulega bara búin að deyja 3 svar eftir hérna. Nei, hann er Viktor lokar á þetta. Þá eiga þeir nú að Það þorir ekki að segja neitt. Nei, maður þorir ekki að segja sko því að þetta er svona ég ætla að segja þeir geta alveg, ef þeir fara 1-1 þá er þetta svo sem, þá er þetta fyrir hann sér hann ekki. Sá Bjarni líklega skemur bara í baki á honum hann og rýtur þetta. Já. Herru, það kom round. Það kom round. Þetta er líka, þú veist, maður veit líka af svona leikmenn eins og Bjarni sérstaklega, hann getur verið svona heitt í hamsi eins og maður segir. Já, ágætt að fá kamun á hann inn á milli mappa, milli hálfleikanna sko. Já, það er alveg, þú veist, ég er búinn að horfa í bótilengur, það er ekkert skelfilegt hjá þeim sko, en það er alveg, þú veist, bara mentalið upp á hvernig þetta hefur verið, þú veist, það er ekki eitt clutch-round sem einhvern veginn þeir feilar, það var bara allt ömurlegt, þannig að þeir þurfa hérna bara að gera það svo sem sama og Saga var að gera, allavega þó það verði ekki nema til þess að leikurinn færi 13-7 ef að Þór getur tekið núna kannski 6 round í röð. Aðeins bara hérna heyra að liðið þitt vann og þannig sko. Já, algjörlega og líka bara, þú veist, ef þetta fer akkurat 13-1 til dæmis þá er þetta bara að setja rosa mikið svip líka fyrir ópassleikina því þeir kannski verða þá aðeins meira passívar en myndi venjulega vera og þú voru að gera minni play og Saga kannski þá með miklu fleiri tækifæri en eins og það er bara í bæið með þá. Lítur vel út hérna, 4-2 4-1 kemur á Vargur rampinn ok, Þórsararnir fyrsta skref, fyrsta hænuskrefið. Lítur vel hérna út hjá Þór, loksins að þetta hérna smá hiti í þá, hlupu bara yfir þá algjörlega. Já, algjörlega.
Nei, ekki tengja. Flott hjá Þór, halda allavega smá lít hérna í viðbót. Algjörlega. Setja þetta í 11-2. Spurning hvort að Saga eigi bara eftir að leika sér að forsa inn í þetta. Nokkuð búin að kaupa degluna. Já, akkurat. Ég skil það alveg. Þú veist, þú ert komið með þannig buffer. En samt sem áður, þú veist, ég held að ég hefði tekið hitt kallið. Ég held að þarna takir alltaf kaup bara på það, meiri segja að þið gerir þetta rátt hætt, þá halda þeir með Þórsurinu bara ennþá á nálunum. Sko. Já. Þeir þurfa hérna... Ég er ofta nefnilega hrifinn að því að spara í svona, þú ert með svona stórt advantage, aðalega bara þú ert á með M4 á móti MT, eða þú veist, tekkonum og mökkunum. Bæði 100% í rauninni valið fyrst mér sko. Já. Hvernig þú svona ákveður að líta á það og ganga að þessu. Sjáum hérna Þórsurinu taka allt öðruvísi rándýrunni, dreifa sér alveg hérna í garðinn. Já, Bjarni komið rætt líka í hell og þeir ákveða bara að búið sena fyrir info á rampinum. Tætt gerir rosalega vel næri killina, samt að bakka alveg aftast á meðan flanki kemur. En hins vegar, það er ekkert í æðislega. Þetta var tímflast líka. Þetta var ekki heppileg tímasetning þarna en gekk upp. Ég er ekki eins og alltaf viss að flastið hefði fastað neitt annan en bara þá. Nei, þetta var allavega 11-3 Þórsararnir og hérna þurfa þá sögum en þetta nokk spónaði með deglu. Ég hef aldrei, ég náði ekki að sjá höddið, hann kaufti hann alltaf. Já. Ég náði ekki að sjá höddið sína default pistol hans. Hann var það fljótur að koma degluna. Það var bara svona instabæ. Ég hef reyndar haldið fram að hann spóni með deglu sko. En þarna kemur þetta degluramp bara í rauninni frá... Á 4 deglur. ATH ætlar að spara fyrir vappanum. Möllett smúkinu á utan og... Ok. Þetta er bara hratt að gerast. Greinilegt að Þór er ekki alveg tilbúinur að láta labba svona yfir sig. Nei. Svo þarna 4 á 2. En þetta... Greinilegt að það þarf aðeins að kíkja á K-Seta-server. Refresher á... Já. Þetta er svolítið að lýsa svolítið hvernig Þór er búinn að spila í þessu fyrsta leik. Jæja, fáum með 11-4 og fáum gun vs. gun round næst. Fróðlegt að sjá hvað Þórsararnir henda í, búnir að henda í rauninni sömu opnun í þessum 2 rándum. Möllett smók og bara aggro úti með því. Væri það líka ekki bara skemmtilegt eða Þór næri bara að henda í eitt risastóran terhelming? Jú, auðvitað. Vænt alltaf geðveikt. Þeir myndir að snúi sig upp á höfuðið. Og þetta er svo sem... Þetta er miklu fljótlegra í MR12. Það er styttra í... Það er bara 7 ránd núna. Sko. Já. Það er svona... Og ef þú næri að halda bankurinn niður í allan tíman, þá er svolítið akkurat... 11-4, þú er alveg 11-4 undir í gó. Þú skiptir yfir. Já. Alrighty, sjáum hérna. En þetta er risaránd hérna og þeir þurfa náttúrulega bara... Það er mikilvægt fyrir þá að gera svipað og svo Saga var að gera að lifa margir bara þannig að peningurinn sé góður, alltaf hægt að koma öllu, þú veist, eiga stöffið, ekki þurfa að fara í hérna, grafa djúpt hon í bókina með einhverjum svona tætkaupi og ekki alveg strax. Það má koma seinna meir hérna til að tilta. Þeir eru samt að hlaupa þarna inn í sínist mér, þetta var svona, hægt lobby control frá Þór. Liðum. Mozart færi sig hérna út, sýnist mér upp á það og Silo. Enoch opnar en eina ferðina er hann ekki bara komin í einhver nýju entry í þessum leik. Jú, bara... Langliðina allavega. Það voru hérna 11 rounds þegar hann í terra, hann er 10 með entry, sko. Svo þetta er að treyta þessu strax af Mozart, en þetta er 4v4 og það eru allir 4 í lobbyinu og þeir eru mjög líklegir í inni labbirna með hvað tæti staðsettur. Spurningin er... Þetta er reyndar spurning hvað Molling kemur hérna. Það kemur... Nei, Last Molling reyna. Já, þetta er vonulist að sko núna Vargur tekur á móti nær 2, nær að 3, nei. 2 á móti 1, allt líkur á Dom hérna.
kemur upp. Vel gert hjá Þór, mikilvægt ránd, aftur lélegur banki hjá Sögu núna. 11-5. Þetta er að gerast. Þetta er allavega, það er búið að hérna steypa í plötuna. Já. Og eftir að reisa nokkra veggi en platan er svona hérna komin nálagt. 11-5. Þetta var líka ekkert langt í þetta 3K hérna hjá Varginum. Bara Nei, aðeins sem munaði smá upp á þarna myndin á hausnum þarna á þriðja. En við erum að sjá lifna eiginlega við hjá flestum leikmönnum hjá Þór. Já. Skorkortið var orðið svolítið dapurt þarna í fyrri en núna ef ekki flestar að nálgast double digits nema kannski Mozart á 6. Þannig við satt með hetjuriffil. Kort. Það er málan. Það er sleppur fyrir hún í metti. Nei. Wow. Mjög vel gert. Sjáum líka Þórsararnir að komast svona í rytma. Það er svolítið mikilvægt fyrir að held ég að það var bara ekki alveg. Hefði líka getur verið mögulega með hvernig maður sjá að spilast núna. Allt annað leikur ef Þór hefði byrjað í tær. Já. Sjá, fá út skún hins vegar, heyrir það og er í gaulanu. Tína. Nei, hérna ánum hana í lobbyinu. Gott pikk hana. Uppskriftin er bara að ganga. 4 á lífi. Gott að byrja að skjána. Passa að Mozart fellar ekki. 11-6. Já, núna þetta ránd held ég verður að lenda eiginlega fyrir Sögu, sko. Tapa þessu rándi bankin aftur orðin hæpur, þetta í 11-8, þá erum við svona byrjar held ég að finna fyrir smá kannski svona meiri óákveðinni hjá Sögu en við sáum áður. Já, það getur þetta að snúa svona upp í það meiri sem þeir taka, svo vinna svo kannski 1 tapa svo næsta rándi einhverju klötsi sem þungt eða þannig. Það var alltaf komið kannski 11-10 og Þórsararnir með einhvern veginn, eða 12-10 og Þórsararnir samt með momentum, sko. Já. En stórt ránd hérna. ATH líklegast, hún er bara gott gat þarna. Hittir ekki! Veit ekki hvernig þetta gerist, þetta virtist vera á honum. Mjög saman á því. Það bara, og Mozart, svo nær Enok hérna. Og Viktor er komin mjög langt niður. Já, þetta lítur. Var hann bara ATH svíkin á síðust við hana? Ég veit, ég myndi alveg sammála, ég held að myndi akkurat negla þessu skoti og það hefði verið rosalega stórt að ná því þarna. Já, í staðinn fá í rauninni Þór opnuna. Já, hérna er. Og já, vita af honum, það er bara hjólað í hann, hvort hann er að koma sér niður áður en þeir ná honum. Gott pikk hérna, hann ætla bara að mæta, þær 2 og dingi. Þetta geti hafa breytt rándurinn. Viktor hins vegar fljótur að breyta þessi 2 á móti 3. Viktor gæði þessi kostið síkret í byrjun á endrinu með smókvögnum, nærat ný kill sem að klippir ykkur svona rotate og Varkurinn verður báðir í ykkur spray-rugli hérna, tætt komið fyrir ofan. Varkurinn, hann að fara að bjarga þessu rándi. Mozart, skún komum bara uppvendið og Saga. Þetta var mikilvægt fyrir Varginn að ná killuna þarna í main og þeir virtust báðir einhvern veginn hafa bara farið í smá panikk. Vissu báðir hversu mikilvæg slagurum var. Já, Viktor þarna fannst hann ná jumpinu aðeins á Varg en svo viffar hann fyrst kannski 15 skotunum og þá er þetta svolítið vandræðilegt. En Vargur auðvitað risastór þarna og virðist vera svona eins og hann færði sig, hann alltaf spila alltaf ramp sko, hann færði sig bara svona aðeins áfram í gegnum bílskúrshurðina og er bara þarna bakvið, hann er bara hinum með hurðina sko, bakvið sílóið. Það verður þarna tvörsynstu ránd og vargsleg posta. Teiknin gegn smókin. 3. Það er ekkert annað. Sér hins vegar Mozart upp á nær helmingsskaða á hann. Vissar þarf ekkert. Hann þarf ekki að sjá neitt. Hann bara gamesensinu veit hvað er að fara að standa. Stjáni nær þarna jafnda 3v3 og Terrarnir frista og sjáum að Tæt að labba út á gólfið. Já, hann er þarna skún. Í gömlu góðu Auds-pósunni. Já, hérna er þetta spurningum, það er einhver sem þarf timing hérna. Já, Vissart hins vegar held ég bara í góðri stöðu ef þeir reyna að fara í hell. Og held hann viti það. Já. Vita Vissart núna. Stjáni hins vegar nær Vissart þarna á
Sjáum til. Þeir ætla bara að fara í one-on-one, sýnist mér. Einn uppi, einn niðri. Já, Komin til að taka mótið í. Ég heldur búist ekki við honum hérna niðri, sko. eiga þeir, það smók á Stjána, þannig að hann gæti opna hurðina og þeir gætu tekið pirrandi plant. Ég held að það sé það sem við þurfum að gera. Nei, það er einhvern. Stefnir lokaði þessu Saga 13-6-1-0 hérna í þeirra mappiki. Var farið að líta svona doable út, eins og maður segir. Þetta var... Þósararnir allavega, þú veist, gerði það verkum allan að óupassi lítur, þetta allt annað. Allt annað en að tapa 13. Þetta leit hryllilega, 13-0 eða 13-1 eða hvernig sem verið og svo bara eitt rándið, þetta var rosalega mikið stomp, þannig að Þósararnir, og við sáum hann, þeir eru komin svona einu smá rithman á endinni, voru ennþá inn í leiknum, þannig að það svo sem bóðar gott, en allan að Saga tekur bara sitt mappik mjög í rauninni auðvöldlega. Já, algjörlega. Þótt að hafa verið smá lítur þarna í lokin, þá er ekki hægt að draga því að heildarniðurstaðan var náttúrulega 13-6 og með því að bara mjög sannfærandi sigur. 100%. Í rauninni líka The Enoch Show. Já, algjörlega, bara Vizard hérna, endaði bara, svo sem bara með, 19-10 eða eitthvað, en þetta voru, bara... Þetta voru allt entries. Þetta voru allt ótreytuð opnanir. Þetta er allt eiginlega það sem hann fyrir hann tekur alltaf 1 plus, sem er náttúrulega hérna risastórt. Í rauninni líka bara þægilegt fyrir liðið að því allir leikir fyrir alla hína leikmenn í liðinu eru þeir að spila 5v4. Í rauninni. Þeir eru alltaf einu manni undir, létt pikk hérna og fyrir Enoch í rauninni kemur líka oft úr þessum treytum bara með, ef ekki bara allavega 60-70 líf líka, skilur við. Hann var bara eiga frábæran leik. Vargur líka mjög flottur, átti nokkur góð hérna frögg þarna. Í rauninni lítið annað hægt að segja þennan leik. Bara tilbúnir í næsta leik, overpass, mappikkið hjá Þór og með þessu ætlum við bara að taka stutta pásu, sjáumst eftir, ætla þessi ekki 10 mínútur, 5-10 mínútur. Það kemur tæmir. Þannig að bara við byrjum spennt, sjáum ykkur rétt smá. Já, hann kerið 24.000. Það er bílur alveg góð standi, sko. Ættir að gæða. Strákar, koma að núna. Nei, bílnúmer, já, það er BLT27. Já. Flott, maður! Ég sagði flott, maður. Já. Klokk 2 á mánudag. Klokk á, takk það. Já, bæ. Come on!
Velkomin aftur eftir stóran sigur hjá Sögu í fyrsta mappi 13-6 fyrir Sögu þá í Nuuk. Í rauninni ekkert mikið hægt að segja annað en bara nokkuð sannfærandi sigur hjá Sögu þar. Já, eitthvað sérstaklega sem þú vilt benda á eftir þennan leik eða? Nei, alls ekki, nema bara þetta var mjög góður leikur hjá Saga og þetta bara tala nóg í leiknum að því að það var svo lítið spennandi í leiknum sjálfum. Það við töluðum mikið bara hvað þeir voru með að spila vel. Það var alveg þannig að þeir voru bara, þetta var algjörlega masterclass hjá þeim. En aftur á móti við rétt sem Þórsararnir allavega sýndu lífsmark sem mjög mikilvægt fyrir annar mappið. Já, alveg sammála því að þeir sjáu allavega að þeir geti bitið á móti en frekar en bara vera alveg bitlausir í gegn. Sko. Fara hérna í Terry overpass sem getur verið erfitt, en aftur á móti veit ég að þeir eru örugglega nokkuð drillaðir þar og svona gætu kannski þeir getur tekið smá rönn hérna og þá setja þeir Sögu svolítið í kannski erfiða stöðu vitandi aftur að þeir eftir að fara yfir í Terry og þetta er mjög sítisöndum mapp sko. Við höfum líka ekkert séð þannig séð neinar glóríur frá Sögu í þessu mappi. Nei. Í gegnum tíðana, ég man ekki hversum oftir spiluðu overpass yfir höfuð í þessu móti, við spila einu svona móti í veka ef ég man rétt og það var held ég 13-2-3 og ég man ekki til þess kannski ykkur staðar einu svona á milli ykkur staðar en þeir hafa þetta, ég fór í vídeó aðeins fyrir leikina og bara sá ég að Mirage og overpass bara alltaf. Svo bara svona vegar og meta hvort hitliðið sé meira Mirage-sætið eða overpass-sætið. Vitum þetta margir spila ekki Mirage heldur þannig að þá geta verið að neita overpass. Þannig að fara inn í overpass hérna og það hefur alltaf verið þannig að þeir alltaf verið svona mappi sem þeir hafa haft eitt neðarlega í mappúlinu. ADHD bara svona í hugsa út í að hann hafi aldrei verið neitt mikið hrifinn af þessu mappi gegn tíðina og þannig að það verið fróðlegt að sjá en eftir á móti veit ég að Bjarni hefur verið hrifinn af þessu mappi. Algjörlega. Við erum held ég báðir örugglega sammála því að við séum örugglega að gefa báðir Þór edgeið í overpass. Þeirra pick hafa sýnt meiri þú veist, í rauninni hafa bara spilað mappið og Saga lítið sem ekki neitt þannig að núna bara spurning Saga eitthvað bara undirbúið sig fyrir þetta mapp fyrir þennan ákveðna leik eða ætla þeir bara að reyna í rauninni að winga þetta og ég held að það getur reynst erfitt á móti liðin svo Þór. Það verður alveg fróðlegt sko því að Saga mitt gæti bókstaflega pottþétt að Þórsararnir að því að Þórsararnir spila svona Bjarni ákveða að fara yfir eitthvað aðeins en svo spila þeir ekkert eitthvað rosalega mikið þannig að þeir eru ekkert mjög miklu dýft að þú gætir örugglega hort á eitt demo og séð mjög mikið af því sem þeir gera. Já, algjörlega. Og gætir svona hálfpartin kannski aðeins nota það til þess að rétt countera bara til að svo bara snjóbolta sko. Já, þú sérði eitthvað jútil koma inn, þá veistu nokkuð hver að fara með þetta hvaðan og getur svolítið mætt í... Getur prófað að countera þannig að þeir setur á sig erfiða stöðu fyrir alltaf að spila mjög óvænt, kannski stakkar einhvers staðar skringilega eitthvað þannig en algjörlega Þórsararnir þurfa að byrja held í í Terrinu sterkt og bara ná þessu upp í já, ég held að þeir vilja heldur ekki fara í einhvern tætt leik sko. Það finnst mér Saga að vera svona meira onnit í dag upp á það að við förum í þannig leik og geti ég sé þá íta því yfir línuna. Algjörlega. Sjáum í rauninni alla hérna bara hjóla í átt að, þetta 2-3 splitt hérna í Tengi og AF. 3 að mæta þeim í gegnum closet. Já, svona closet setupi. Já. Eitt sem jumpspottar og eitt spottar monster. Fróðlegt að sjá. Það verður hérna alvöru... Bara hlaup eftir smá stund, að öllu líkitum, ekki nema þeir reynir bara að taka þetta kontakti. Sjáum við hérna Ásinn lappar áfram, þannig að þeir eru unni... Gópixina, 2-1 á AN-u, ennþá einn hérna fyrir aftan Margur í mjög góðri stöðu núna, búast ekki við þriðja mannunni, Margur búinn að ná einum, setur þetta í 3-3. Móstat fastur þarna, Gópixina hjá Dom. Geggja flass líka hjá Dom.
staurar gæjan. Vita væntanlega að Bjarni að koma öllu sem vita Bjarni á klósettinu margur, tekur hann og sama byrjun áður. 1-0, Saga tekur aftur fyrsta pistól. Já, gerðu það hérna og svona svipa á pistoli í fyrsta mappinu þar sem að leit nokkuð vel út fyrir Þórsarana í byrjun en að taka þarna treytanir í 4v4 eiga A-bombsettin en svo missa þeir með þarna af vargnum í bakinu og hann nær clean killi og þá eru þeir Panikið. Já, þá vita þeir sko, þá eru þeir bókstæðirinn. Já. Og Dom gerir mjög vel þegar hann styrir bókstæðir, hendur hann að góðu flassi og tekur 2 killin og Ég held líka að Vargur gerir þetta bara tekur 1 felu sig, þannig að hinn getur ekki allir verið að horfa niður á tunnurnar og bankan. Þannig að þetta var bara vel spilað hjá Sögu. Tryggir sér hérna fyrsta ránd. Hann kann að vera aftan við gæja, hann Vargur. Já. Sjáum hérna kaup hjá Þór. Ná að mála smókinn en mjög gott supportplass frá Dom. 2 blindir skúnar 2 út frá því. Já, það er nú minning af hálfleikum voru Þórsararnir spiluðu á móti Neista í Þór snemma á tímabilinu og unnu það bara mjög tætt í overtime-inni mig. Ég man ekki, þeir voru í öðru sætinu mjög bara, hvort þeir voru ekki bara í terremi þar sem þeir lentu á vörn sem að þeir bara komust ekki framhjá. Sáum að ég komin í flankið, þannig að þetta er eiginlega bara búið. Já. Er hann í hnífinn, það er ekki að gera stóra spurningin. Vill sjá fleiri áður en hann tekur hann. Jú, tekur hnífinn, það er alltaf að fara að gerast. Hinn er ekki eins og að kíkja hvort hann sé að koma í bak. Jæja, Skúin hins var með 4 í þessu rándi. Gott ránd frá honum. Mjög sterk byrjun að Saga hérna, clean pistol og svo hnífur strax. Það var þetta 4-5, hann náði 2 í lokin, var þetta á milli, hver tók þú? Svo það ekki. Nei. Skún tók 2 með flassinu, en já, þeir voru 3 eftir hann að... Sá ekki hver tók 3. En voru þessi ekki að taka á honum ace hérna. Nei. Mikilvægt hérna, staðan voru 2-0, erfitt ránd fyrir Þór aftur, létt kaup, bara deglur eins við þetta. Mæta hérna 3 á A-inu Saga. Alveg til í að Mozart er gott mikið hérna. Líka bara einn af bestu degluspilarum á landinu líklega, Mozart og Wizard á móti hvort öðrum líka. Rólegt. Já, lítið að frétta eins og allir að leita bara einhverju auðvöldu en Saga ætlar ekki að gefa neinn auðvöld pick. Hérna þurfa Þórsararnir að leita einu enn svona singli og svo drupp bara. Já. En Vargur. Mozart líka lár, getur ekki farið í þennan slag aftur. Já, Dóm tekur hann að kill og lítur út fyrir að verða bara nokkuð solid Saga ránd hérna. Já, akkurat og kannski ekki það sem að Þór þurfti aðra 3-0 byrjun. Nei, það er alveg rétt. Það er bleimitt við ótanslega staðla það að það er svo oft, það er svo erfitt, það er svo ofboðslega erfitt, sérstaklega ef þú ert í terr og tapar fyrsta killi. Því að mappið er svo stórt að þú ert alltaf að missa svo mikið information og pressu. Já, þú ert til að bakka til að fá aftur augun eða spýta upp annar staðar og þá ertu svo líklegur til að labba einmitt inn í eitthvað auðvelt A-stack eða þannig að í terr overpassi name of the game algjörlega að svona grænda tölurna niður og reyna svo að taka enda á einhverjum bombsite þar sem þú ert kannski í 4v2, 4v3, 3v2 eitthvað svoleiðis. Það er svona líklegasta leiðin til árangus í terrinu. Algjörlega, núna náttúrulega bara spurning Saga að fara hérna að mæta fyrsta kauprándin hjá Þór. Hvort að þetta verður eitthvað fancy. Sýnist þér Helgi Möll alltaf að reyna að taka shortið. Já, bara í shortfight hérna. Alveg stauraðir, Wizard með 1. Í rauninni bara 1 sem mætti út með þessu shorttaki. En Stjáni nær hins vegar að opna hérna í Monster. Það er bara dinkað 2, eða hvað? Það var að tvítingaður í gegn. Það er mikið að dingum. Já. Þeir eru sko, allir sítjarnir eru í rauninni tengi og short. Já. Mikilvæg slagur þarna hjá Viktor. Já. En Vargur eins og komið bakið. Skún verður heldur sér á lífi. Bandi komið niður. Hann vil sjá fleiri. Sé lappir þarna en er ekki að gera neitt með það.
og erum að sjá hérna Þór sigla inn fyrsta rándinu sínu í þessum helming. Jöp, 3 á lífi. Flott hana Stjáni fyrir beint í genum. Þeir vilja ekki leyfa hann að halda sýnist mér en hafa hins vegar ekkert endilega efni á því að henda hann heldur. Þannig að þeir fara bara hina áttina sem við held að sé bara rétta í stöðunni. Já, þetta gæti alveg verið svolítið svona play hjá Þór í gegnum með hvernig Saga er búin að spila byrjunarhálfleiknum. Það er alls ekki þungir á B-inu, mæta samt alltaf eiginlega shortið ef þeir gera það, þannig að þú veist, þetta labb út monster og ef hún nær killinu þá geti það verið mjög mikil opnun fyrir þá að opna alltaf mappið þannig, en það er samt aftur á móti erfiður fætt til að vinna í C og I sem Terri að fara út monsterið. En já, hann er nefnilega, þetta pikkað í monsterið getur verið mjög erfitt að þú veist númer 1 ekki hvort þú ert að fara að mæta þessu poplassi í swing og þú þarfst að klíra nokkuð marga angla líka og oftar en ekki er 1 eða 2 í þokkabóð. Komið hérna smókinn eða eitthvað svona. Í rauninni einu skipti sem hún nærða okkur þessu svona er þegar þeir eru að mæta sjálfti, þá er yfirleitt monsterið svona aðeins veikari. Engin supportlaus, ekkert cover. Þór komin hins vegar með ágætiskontról hérna, erum með shortið alveg. Nei, ég mista 2 í rauninni bara strax í kjölfarið, Dom og Skún. Grítið lapp þannig hjá Stjána og Tæt, það var enginn tilbúin að treyta af þeim. Nei, og heldur enginn flush eða neitt að koma með þeim, sko. Þeir lappa bara inn í þetta. Ég skil alveg, sko, þeir eru mjög adamant að taka shortið og ég er hrifinn af því að þú vilt í rauninni kontesta það, en lappið þarna verður að vera með mitt að monsteri koma móti til að treyta eða eitthvað því að þetta lítur silly út núna. Fastið bak við smók, mósum, þeir eru það mollan, já. Þetta er kannski ekki alveg það sem við byggumst við frá Þór. Nei, þetta var svona eftir fyrsta ránd, takandi fyrsta rándið og þá er þetta ránd rosalega soft og svona, þannig já, Saga bara hérna og hafi í rauninni ekkert efnið að spila það svona soft heldur að því bankinn er aftur komin í vaskinn, sko. Já, þetta er hérna Saga eru með alveg í skrústykki bara alveg eins og í núkinu hérna og að vera svona svolítið straight forward allt nema þetta eina ránd og fyrir þó sérstaklega að vinna rándi og svo bara beint í annar ránd sem er þetta hérna 30 sekundur eftir 2 á lífi að labba að leita að einhverju, fá ekki neitt. Nei, og kannski bara halda hérna er rétta svarið eða reyna að gera skaða og síðan halda. En vargurinn er bara næra að labba fram hjá þeim og er bara með þá núna í rassvassanum leið og þeir skjóta þarna á. En hann heyrði að steppa. Verðplantið, rótiti kemur inn. Plantið og... Nei! Nær hann einum, nær hann 2. Nei, ekki 2. En vargurinn síðan kemur í bakið. Í rauninni er náttúrulega óheppilegt. Vargurinn náttúrulega kalla væntanlega aðeins clear þegar eru B-main. Þegar hann er búinn að labba þetta út, skiluru. Missur á þetta framhjá sér og þannig náður plantinu. Já, tæmingið var sko, ég ætlaði að fara að segja hvað tæmingið var, það hefur verið geðveikt hjá honum, en hann, það er það gott að hann klírar ekki eins og í fjarkanum. Nei. Hann held, að því hann var mjög nýlega í fjarkanum, þannig að hann bara einhvern veginn heldur að tæmingið sé ekki þannig að þeir löpuðu akkúrat fjarkanum fram hjá honum, sko. Nei, en þetta plant í rauninni bjargaði því að þeir áttu eitthvað erindi í að kaupa í þetta rátt allavega. Plantið er rauninni frábært einmitt úr því sem var komið þarna 5v2 að reyna að labba eitthvað aðeins og náðu plantinu og þetta var svona á tímabili smá hættulegt fyrir Já, hefði náð 2 þarna á tunnunum í tröppunum þarna, þá náttúrulega hefðum við mögulega séð alveg frekar erfitt retake, sko. Og held að hann reyna að taka upp smókin, ég held að þarna eiginlega frekar að taka killa því þeir í 5v2. Þið verðið eiginlega að fá killin áður en að þið verðið að taka einhver kill í rauninni. Já, algjörlega. Samina, labba tengið bara þósararnir. Í rauninni sama að við erum búin að sjá áður, bara svona hægt control, reyna að taka eitthvað territory. Eiga sjálf ná hérna marginum nokkuð gefins bara. Skóla á eftir því. Það er eins og að komin Tæt mögulega með línu hérna. Ég heldur viti að Tæt samt, hann er alltaf á lörkinu og akkurat tekinn 4-4 að vita að þetta er ekki B, þannig að geta byrjað að róta þetta þannig að 3 yfir á A-ið. Ekki alltaf er í gegn, nei, og líklega vel gert hjá ADHD Kópavós að hana orðið svolítið erfitt fyrir Þór hérna að labba. Nær einum allavega. Óheppilegt að stökkva þarna, af því að hann hefði stríð í línuna að þetta verið 2 eða 3, sko. Sjáum til, Mósar tegur kill hérna, 40 sek. Þeir vita af þarna. Ok, 1 og 1. Já, vel gert hjá Þór. Mikilvægt ránd fyrir þá hérna komnir í 4-2
tveir. Já. Þetta var akkurat eins og ég segi, hann stekkur þarna, sér þrjá, hefði hann steppað inn í lína, sem náttúrulega þú kannski vilt ekki endilega gera í þessari stöðu, sko. En verður því að fætin fellur í rauninni. Sjáum hérna, Saga kaupir á 1900 lossbónus, þannig hérna í rauninni er gluggi fyrir Þórsarana bara vel inn í þennan hálfleik. Algjörlega. Vinna þetta ránd, ríseta peningin alveg Saga og eru komni með þá 3 ránd á móti Spari og þessi hérna í þessu mappi, þú veist, hérna. Bara vel gert hérna að keyra hérna og Monster saman þar. Og Dom nær einhvern veginn einum og dingar annan, eða hvað? Hann er með 8 í líf. Já, þetta er tótt fyrir. Þessi Molli er þetta geðveikur. Þetta hins vegar ekki af, einn og hérna nær 2, nær næstu í 3, núna er þetta á varginum, 1-on-1, hann er með 10 í líf. Saga er einhvern veginn búinn að galdra þetta ránd í 1-1. Mínúta og 10 sekundur sem var eftir Bjarni. Ég held að þetta sé líka bara rétt hjá Bjarna, hann veit að hann er low, getur ekki labbað inn í hann að fæta þegar Vargur veit á hann, verður eiginlega bara að taka áhættuna á að hann gambli á rétt sæti hana. Hurðin opinn. Hann í rauninni kemst án þess að það sé vita. Núna er bara spurning hvort að hann, Vargurinn, komitti bara á að halda aðeinu eða reyna að fara aftur á bíið ef að vel gert. Vel gert hjá Varg og í rauninni þessi vonarblossi hjá Þór. Fljótt að slökkna. Já, það er í rauninni lífanallega náðan Mozart 1 á líf, þannig að peningurinn að þeim er hérna í duftinu. Hann er hins vegar ekki droslega góður á Saga heldur. Þannig að Þórsararnir, þeir taka 1 hit AK á Mozart. Þeir kaupa inn í þetta, þeir vita bankinni lílu. Þeir verða eiginlega að gera það, sko, bara eina sem er, það sem mér finnst óþægilegt við að gera svona seint, þá finnst mér eins og sé minna trausta, eða sérst. Það er ekki endalega búið að kalla eitthvað play. Nei, þetta er meira svona bara þeir vita að þeir eiga að kaupa, en þeir eru svona ekki confident að það muni virka. Taka Björnsir, Dom. Góð grena, þetta er framhjá. Þeir eru komnir bara inn í samlokuna, allir 4 mættir og gott call þarna hjá Sögu líka að mæta bara í tengið. Þannig að þeir geta bara lokað á þetta leið og núna peningurinn hjá Þór. Vægast að skelfilegur. Dom gerir þarna vel í rauninni þó hann taki eiginlega bara, manni hvort hann á einu með eitthvað, hann tekur skaða og stoppar það og gerir það verkum að Enok þarna í vatninu á mjög auðvelt. Já, og annar á skúna alltaf komin á shorti líka. Þannig að þú mætir þessu crossfire við að reyna að komast þeir í átt að súlunni, sko. Og er bara tekin í gegn, sko. Stoppar hann monster þessi án þess að þeir rauninni drepa alla bara 5 skilur. Hann var líka lengi að deyja nefnilega. Þau þurfti að hardcleara hann alveg upp. Stoppar hann. Kaupa í rauninni þannig að þeir eru ekki kaup heldur í næsta rándi, þannig að við getum verið. Sér hann. Gott pick, Dom með, nei, vel gert í Mozart. Það var þessi strax, verður ekki viðbót. Flott hjá Skún. Stjáni mögulega með tímasetningu hins vegar á Skúni hérna. Já, en hins vegar það er gaman að mæla vegalengdina á milli Stjána og Viktors hérna. Hún er svona næstu þessu lengsta sem þú getur fengið í stóru mappi. Já, ekki gott. Mögulega ef að Stjáni nær pikkin í hana þá getur þetta að opna eitthvað fyrir Viktor. En Stjáni þarf þá að vera með nokkuð snöggar hendur. Klírar ekki shorti. Ég held að hann viti svo sem hann er á short, bara vill ekki fara í það. Þetta er... Ok. Herðu, ok. Pikkin á A-inu. Hann heyrir núna í rotatinu koma inn. Þetta mátti ekki falla. Hvar er ADHD? Já, kom mitt á bíið, vel gert, gott call hjá... Þeir vita ekkert hann hins vegar, sko. Nei. Bara hérna... Gett hins vegar heyrt í honum núna. Já, hann þarf að opna hurðina. Já, Viktor heyri hurðina, opnast. Engin smókur til að hægja á honum allavega, ADHD. Býst held ég ekki við þessu angul eða hvað. Þetta er mjög overpowered skugga-angul núna. Ef þú veist að hann er að koma. Og líka báðir, þeir voru með hérna upp og niður í línu, einn frá hefinn, einn hérna á kassan. Það er risa ránd hjá Þórsson eins og þarna. Já. Núna peningurinn hjá... Eitt kaup inni hjá Sögu. Já, eitt kaup með hins vegar, sko, þú veist, einmitt, Deiglu og MP9 eða þú veist. Já, hérna opnaðist annar gluggi fyrir Þórsarana inn í þetta mapp og þeir þurfa eiginlega að nýta sér hann, myndi ég segja, því ég held að
Ég held að eins og Saga er að spila þá, þeir eru ekki að fara bara að láta LD baka sig í terrinu. Já, við erum líka að fá að sjá meira það sem við byggum. Við erum nú back and forth, fram og tilbaka leik. Þetta var lína sem að Mozart þurfti að taka aðeins og víður. Hann var aðeins og víður. Hann eiginlega, ætla hann sjá í skugga því hann sko eiginlega pre-fireaði. Já. Hann skaut á undan, eða sérst, hann skaut á undan honum en feilaði því og hérna er þá fastur einhvern veginn að láta ADHD er framan við smókinni, já. Vá. Já, en gott og mikilvægt pikk fyrir sögu hérna. Margur þeir eru að halda fyrir aftan hérna. Spurning hvenær Margurinn ákveður að kíkja hérna upp. Það næri einhverju góðri tímasetningu en Viktor er að fylgjast með því. Þeir vita náttúrulega að þeir voru einn allavega í tenginu. Veit ekki endalega hvort að þetta er betra að fá það síðan fyrir aftan sig í einhverja samloku, sko. Margur er samt reyndar í hérna held ég bara round-winning possu, sko. Já, það er nefnilega sem ég held líka. En býtu, þeir eru inn á Bathurssoni þegar hann fer upp, þannig að hann er... Já, þetta er það sem ég hafði áhyggjur af. Er að þegar þú veist af einhverjum í tenginu, viltu fara í samlokuna? Ég er skrítið sko að þeir vissu af einhverjum í tengi og þeir voru aldrei búnir að klíra og það var eins og þeir voru heldur ekki hræddur gufun en Stjáni er enda búinn að taka hérna aftur pláss á bénu. Já, mögulega búinn að búa til eitthvað glugga hérna fyrir þá. Jó til. Tætna er plantinu. Nú spurning hvort að Viktor nær hérna, já, setur þetta 2-2, Tæt erfiðari stöðu hérna með lítið í líf, fer að keyra hann á sætið, Viktor 1-1, báðir á pislunum. Hefur hann tíma, góð grena. Grenaði hann í einn. Vel gert hjá Viktor. Risa hérna hjá Viktor. Líka bara gott pikk hjá Stjána, næra galdra þessu opnun inn á bíð, ná sætinu og Viktor síðan nær 3K-inu til að loka rándinu 6-4 og Saga ekki með pening. Algjörlega. Stjáni Gulli hérna með 6-9 en góð entry, sko, mjög mikið impact. 3 rándin sem þeir unnu eru með bara risa impacti. Það sem hann lörkar í gegnum monsterið einu sinni ári entry og hinn rándin fer hann leit og næri í rauninni rotate killin sem að hérna eru risa. Akkurat. Já, og þetta er líka sérst late round overpass ef þetta svona 3v3 kill eru risa stór. Þegar þú aftur tölum við mappið svo stórt að þú ert alltaf inn að taka svo mikið af mappkontróli í burtu. Öllum líka gott að sjá hérna 6-5 ef allt spilast eins og Þór vill. Já, og síðan, já, Viktor vel gert í honum nær ADHD. Erfitt oft með þess að smóka, þú veist ekki hvort að þú ert með advantage eða hinn. Já. Hann fer í lína haldandi, hann hefur sjálf hundan, en Viktor hins vegar með betri línu á hann. Líka picks hérna hjá Wizard. Það er þriðja! Já, 5-2 eru allt í einu að 2-1. Já. Já. Kemst líka upp með að svinga hann á brotna. Já. Því hinur þorði ekki að píka. En engin kit væntanlega gerir ég ráð fyrir á Varg. Lítið að gera hérna annað en að ná í gun. Mögulega bara að reyna að halda í gegnum monster í grunum mig. Fæð það nú. Þetta er ekki. Vill ekki taka slægin. 6-5. Þórsararnir hérna búinir að algjörlega sem þetta er flottur terralokkur hérna í Opass. Búin að spila hann bara nokkuð vel og úr í rauninni fengu þetta eitt algjört blautatusku ránd í andliti sem er náður samt að klóra sig aftur upp úr sko. Þannig að Þórsararnir líta mjög fínt út hérna í Opass. Líta út fyrir að vera að senda okkur í einhvers konar trained í sæti er. Já. Fróðlegt þetta seinasta ránd. Ég held að sé svolítið mikilvægt til sögur mitt að hérna taka það. Já. Til að eiga vonina. Það er mjög mikill mental munur á 7-5 og 6-6 sko. Góða grínur hérna. Bjarni lappar í þessa línu. Bjarni góður, nær 2. Setur þetta í 4-3. Er hjóla aðeð, vita líklegast að það sé bara einn að fara að mæta þeim. Gott pikk hérna. Átti á línunni, Mozart opnar hérna vel.
Báðir sítjarnir koma hérna shortið. Gott, já, þú er ekki að lappa inn í þetta. Nei, bomban fær að fara hérna 5-una. Já, ætla bara að Þeir eru samt vita, sko, terrarnir vita þeir eru ekkert þannig séð. Þeir búast alltaf við einhverjum á A-inu. miðað við tímann sem er búin að líða, sko, algjörlega. Ég held að þeir eru ekki að búast við þessu setupi sem er í gangi núna hjá Sögu, sko. Nei, en aftur á móti svona einhvern veginn eftir þessi lengri tíma taka þér, þá kemur róteiti bara venjulegt þannig að Dom klassískt verður mættur í CT-spónið og Skún eiginlega verður að vera þarna því að Já, það kom inn efi í Sögu núna, veit ekki hvort þeir hafa verið að feika þetta eða ekki. Vita það núna. Skún. Næstíð með Bjarni í líf. Vel gert tætt. Það var þetta alltaf Dom hérna. Engin kit, ekkert stöf. Nei, í rauninni ekkert sem hægt er að gera út úr þessu annað en að bara, já, láta skjóta sig. Já, algjörlega. 6-6. Já. Mjög fín hálfleikur hérna hjá. Og bara frábært comeback hérna hjá Þór. Já. Komnir í svolítið erfiða stuðu þarna 6-2 og ná síðan bara restina af rándunum. Já, 4 rándanir og sérstaklega fyrstu 2 þar voru svona sem að hafa fyrir hérna pekkurándi hjá einmitt hérna Stjáni þennan labbar ekki inn á monsterið og svo aftur seinna rándi með AK-in Já. 6-6. Aftur sjáum við hérna Vissard, Emstan, Markur með honum aðna. Skún reyndar búin að vera flottur líka í þessum leiki hérna með 11-10 en merkilegt þetta consistency sem að við sjáum frá Vissard. Hann er yfirleitt alltaf, hann skilar alltaf meira en hann þarf. Hann er búin að vera í þessu sagaliði nú sinnslega 2 tímabil bara algjör svona einmitt rock hérna bara eiginlega bestur statslega séð alltaf held ég og hérna og líka bakkar það upp með hérna þeir eru alveg bara svona eins og núgleikurinn hann vinnur hann bara, hann spilar þetta er ekki bara svona innantómi statslega sem að segja. Þetta er ekki exit frögg, Nei. þetta er impact. Þetta er impact. Pása tekin hérna af spurningu hvort þetta sé taktísk eða technical. Já. Komið það nýtt Vító overlay, mjög cool. Aftur P250 á Vissard. Hann Fyrir hann í P250 Leit bætana á fontinn bara. fætar á móti Viktor sem bakka bara strax og hann fekk kontaktið. Sjáum 4 hins vegar á bínu frá Þór. Já, þeir eru að kíkja móstið, þeir eru búin að spotta þetta. Við erum að akro píkmóstir en eiginlega vita að þetta sé A. Það er spurning hvernig þeir raða sér upp á móti. Sáum við þetta Saga fór inn í svipað. Nei, Þór fór á hann inn í svipað sem 3 manna aðstakk og skipti. Keira hérna 3 að taka móti, Bjarni tekinn af Dom, 2 á default, ekki með mikið lífheldur, akkurat falla frekar hratt. Saga keira hérna í gegnum vörnina hjá Þór. Já, flott fram til Sögu. Mjög flott án til þeim og þeir hérna vilja náttúrulega bara alveg 100% setja strax nefn í hálfleiknum bara algjörlega en að stíga niður fætinum og ná í fullta rándum til þess að því held ég að þetta verið gun versus gun round þá þurfum við að grænda en ef þið geta tekið hérna fyrstu komist í 4-5-0 og þá komist í 10-11 og þá eru þeir komnir með góðan buffer en frálega að segja hérna Þórsararnir forsa Keira hérna monster push, samofið sem Þór verið að gera mikið. Þetta er alvöru monn í grena. Já, góð grena. 4 að taka móti hins vegar. Saga þarf að fara varlega í þetta. Ná einu. Saga gerir eins og að vel hérna stoppa. Já, bara hins vegar færa sig bara yfir á shorti, ætla aðeins að hægja á rondinu, taka þetta bara sama núna. Stjáðarplastið, hendir því. Hins vegar akkurat fyrir Sögu að lappa hérna upp. 2, núna er þetta allt á Skún. Ekki með besta vopnið í hennar slag við Mozart. Akkurat vel gert, flott ránd hjá Sögu hérna, ná að vinna sitt ránd.
algjörlega 7-7 og Þórsararnir hérna að koma sér í, myndi ég segja, mjög góða stöðu, snúa strax við þessu töpuðu pistóli, bara í sítíð hérna og eru comfortable á mappinu, þannig að lítur ansi vel út fyrir á, myndi ég segja. Já. En kaupa hérna inn í þetta ránd, Saga. Já. Einn AK, 2 iglur, sé setan í tær, ekki oft sem að sér það hins vegar. Líklegast að þegar hann er að hjóla hérna, nei, er þetta teknían? Margur opnar, hérna, fljótar að svara með greinunni, hann losar. Mikilvægt að treyta til að strax niður, þannig að Já. Mósar þarna strax með hann að kill. Hann er að koma sér aðeins inn í leikinn hérna, toppfraka fyrir Þór. Akkurát, var ekkert mikið sjáanlegur í núgleiknum, sko, og Alls ekki. það hafði bara verið á botninum, eða ekki? Hann var mjög ósynlega, eða hann var þarna í fyrirriðlana, þeir voru báðið með tvö frökkarnir fyrir fyrirleiknum og það er hérna einmitt sérstaklega, það er mjög þungt. Mozart fær mikið pláss, mikið resursum, hann veit að hann verður að drepa fullt af köllum, sko. Já, algjörlega. Spotta hérna Wizard sem er nú alveg með sjálfströsti bara að halda áfram þangað til að næri þessu. Sjá, Þórsararnir gefa þeim fullt af plássi, meðal annars gefur það þeim kolt á Dom. Þeir eru rauninni bara Mozart einn á aðeinu með Galil, búinn að taka 2 hins vegar í þessu rándi, spurning hvort hann vilji fleiri. Hann missir af honum. Misti af Dom þarna alveg upp. Hann er mögulega með Dónin í hliðina á sig, veit ekki að akkurat Bjarni hins vegar fljótur að koma honum til hjálpar. Wizard næri ekki að tengja þarna. Já, flott, vel gert hjá Þór. 8-7, peningurinn ekki góður hins vegar hjá Sögu núna. Nei. Þeir eru bara fyrir 1900 bónus. Já. 8-7. Já, Þórsararnir er svona líta ansi vel út hérna. Já, maður er svona að fá smá svona merki styrk frá Þór í CT núna. Maður svona líður eins og að þeir eru frekar. Spiluðu líka bara lokinn átt á terrorleiknum vel, þannig að þeir eru búin að vinna náttúrulega núna. Með smá meðvinn. Þeir eru búin að vinna 6 af seinustu 7 rándum náttúrulega, þannig að. Já. Mikið að því sama, 1-2 á B-inu, 3 á A-inu. Saga eins og að skilur eftir bombuna hérna bara svona til þess að gera sem minnsta líkur á því að vera eitthvað svona. Hann veit lítið líf, vill helst reyna að koma sér út úr þessari stöðu. Hann veit að það er bara 1 skot á sig. Góðar grenur, samlokan með þessum grenum þarna. Bomban líkur, þetta er svona ráðsefæði til ég bara að skóla að því að það er eiginlega ekkert að fara að gerast í því líklegast. Nei, akkurat. Af því að núna, ef það eru með bombuna væri nú alveg, þú veist, allt annað. Það þarf ennþá einhver að fara að sækjana og þá er tíminn orðið. Heilar á bústinu, búast væntanlega ekki við Mozart hérna. Veitum væntanlega einn að bara bústa með hann nær þessu með 12 í líf. Loksins bomban pikkuð upp, snúa þá við núna í áttina. 3-3, en það er náttúrulega ekkert mikið af utility til að vinna með hjá Sögu til að taka eitthvað execute hérna, þannig að þeir verða eiginlega bara að vinna eitthvað gunfight. Missir af Bjarna, þetta er búið að vera rosa mikið svona í þessum leik. Kallar hann? Nei, ef hann fær hann í bakið. Já, heppilegt. Það tekur killið. Þetta hefði nefnilega verið hræðilegt hefði þeir mist varginn framhjá sér. Hann hefði farið, klíra bíðið hefði fallið og hefði verið söguránd í kjölfarið. En Bjarni hefur væntanlega snúið við til að tryggja að þeir væri ekki að lappa út 5-una akkurat þarna. Já, 9-7. Hérna þurfa Saga taka strax og reyna að stoppa Þórsararnir eins og sem nú eru á rönni, vinna 7 af senstu 8 rándum. Ætla Saga bara að fara í það sama og þeir eru búin að vera að gera eða? Já, mæta
Við erum í rauninni ekkert að sjá þetta eiginlega það sem ég bjóst við frá sögu í þessum mappi. Þeir væri ekkert endilega með neitt play annað en að reyna bara á individual power, sko. Já, Dom eins og drefni hérna á hans, já. Vel gert hjá Þór. Þau mæta, ná tveimur og gera vel og bakka bara úr því. Fara strax Labba hérna B og bomban liggur náttúrulega í hólunni, sko, þannig að Já, þetta ekki mikið að vinna með því þessu rándi hjá sögu. Missa 4 tiltölulega snemma, valla mínúta liðin af rándinu og skún það bara 1 hérna. Já. Hefur heila mínútu til að reyna að galdra eitthvað en spurning hvort að hann akkurat reynir bara að fara í eitthvað plant ef hann getur. Já, að sjá, Þórsararnir vilja lifa 5 hérna og geta mitt farið með að staka pening og svona ítt þessu yfir línuna. Þetta ránd ekki góð forfuð fyrir sögu, mjög svona soft einhvern veginn. Viktor mögulega með tímasettingum. 10-7, bankin aftur lélegur hjá sögu og miðað við það sem erum að sjá líklegast bara Þór að fara að sigla þessu. Já, Saga þurfir hérna eitthvað svona vinna deiglu, tekkukaup til að svona slá Þóra þessu út af laginu held ég. Já, þau þurfa að fá eitthvað bara svona eureka moment til að finna leið í gegnum vörnina hjá Þór eins og hún liggur núna en ég held bara akkurat að þetta er bara undirbúningsleysi í overpass hjá sögu og þeir hafa ekkert til að falla aftur á. Þeir eru bara með lítil svör þannig séð, sko. Hefðu þurft að vinna í rauninni setja aðeins stærra. Svo er að henda hérna þessum smók sem að lendir ofan í hólunni en ekki fyrir ofan hann. Þannig að greina hurðina og nota jumpspotið fyrir kontakt. Sko. Já, bara hægt, gott puss, reyna að fá kontakt. Gott pikk þarna, nægir honum í hefðin úr þessu. Það er ekki talað. Hann er eins og hann sé með leysigeisla. Mín hitt er ekki svona, sko. Bara... Það er alveg ástæði yfir ég noti ekki þessa byssu. Sjá, til Þetta var góð opnun, líka Mozart af apparum, hann er ekki einum úr þessa stöðu. Og Viktor hittar risa, hann degi ekki annað strax. Þeir taka hins vegar vappan og geta spilað hann í þessu postplánti 3-3. Allir 3 að mæta hérna frá B-nu. Hvað er í gangi? Ég skil ekki hvað er að gerast hérna. Já. Saga næri einhvern veginn. Þetta lá einhvern veginn á þessum Mozart killi. Að því Mozart er vappinn, hann er að jump picka, einhvern veginn á tímasettingunni næri ekki að spotta hann og síðan þegar loksinn sér þá eru þau bara komnir í andlitið á hann. Já, þeir hitta strax og svona líka mitt pikki hjá Vizar til að byrja þetta að gera það verkum mitt að það killið á Mozart verður bara risastórt þegar það hefði ekki þurft að vera það. Þannig að... Nei, það er náttúrulega vissulega einn af A1 að bakka tilbaka, þá endar þetta á Mozart sé einn aðna. Risaskot þarna hjá Vizar, bara strax svo hann sér glitta í hausinn og Saga taka mitt mikilvægt rátt, samina peningurinn hjá Þór. Já, Þór alltaf gætilegt bara miklu vandræðin ef þeir tapa núna þessi hérna rándi. Já, risastórt rándina. Gott ekki Mozart eins og er. Gott flass, fer enginn með því hins vegar. Þór inn á hlemmin heldur með þessu. Já, en aftur hérna Mozart. Hann lappar inn í þessa línu, skún, öllu líkitum. Góð 2 pikk hana, eins og ATH akkurat tilbúin veit að Mozart fer líklegast að repíka í þetta. Heldur jump spottinu. Já, akkurat, tekur hann í stökkinu, vita er einni viðbót á A-inu, þú ert með lörkið á B hins vegar og rándið kannski liggur svolítið á því hvort að hann nær því, Enok opnar B-ið alveg, Rótiti kemur hratt inn, Wizard hins vegar eitthvað pínu smeykur við að labba þarna út, tekur hins vegar B-ið núna og þá er þetta á tæti einhvern veginn að ná að góður molli, en ATH á smók, bomban fer Monster. Kemst í plantið þarna. Já,
Vissart. Og hann rísastór í þessu rándi hérna. Sáðu þeir hann, sýnist það. Vissart. Í rauninni næra galdra annar ránd fyrir það. Já. Hann næri þessu pikki þarna á bíinu þá akkurat eins og segir út af þessu stórt mapp þá rótætti mjög lengi inn líka. Já. Og hérna eru Saga búinir að setja þetta upp í þannig að þeir geta komið þessi, þeir geta allir einhvern veginn komið þessi 10-10. Já. Það leit engan veginn út fyrir það eins og við sögum hann svo sem þeir eru unnið þetta rándandi við sögum að þeir þyrfti akkurat eitthvað svona tekukaup til þess að snúa það nákvæmlega það sem gerðist og það einhvern veginn að rætast hérna. En hversu lengi getur þetta virkað? Að Vissart sé bara að ná þessum opnum, skilur við, þetta rosalega mikið svona... Það virkar eins og sem við öllum nú. Já, ég meina algjörlega. Góð svona 10-10 samfærandi rándina gerist mjög hratt. Komin í hnífjafnan leik hérna. Algjörlega, hnífjafnan af því að þess að 10-10 Þórsararnir eru bara rétt svo kaup og aðeins betra fyrir sögu í rauninni hérna því þeir eru með pening líklegast til að klára leikinn. Saga með buffer alveg bara í rauninni kaup, þú veist, kaup allavega næstum 2 rándin þannig að Þórsararnir þurfa að koma sér í 12 til þess að loksins koma mótið og þá alltaf kaupa því þá eru konur matspott líka þannig að Saga kaupir alltaf út hérna leikinn í rauninni sko. Nei, og líka hægir að mæta á bínu hins vegar. Shorti væntanlega fellur tiltölulega auðveldlega. Gott boost, hins vegar, en fá ekkert út af því Molli var tekinn að molla þarna á playground eða? Nei, í monsterinu, þau voru tveir þarna í 8 bíinu. Góð byrjun hérna hjá Þór hins vegar. Risa byrjun. Lítið í líf, ef mann lætur bara glitta í sig þarna á Mozart með hann. Hann hefði hirtið þetta drop. Skún, flottur. Flott kill á Skún. Spotta hann. Rótið væntanlega fyrir að koma inn. Þegar fer ekki bara fyrir að keyra í baki hann á móti. Það tekur Skún ekki stökkva fyrir mig, segir hann. Það veit ekki alveg hvað þetta gerðist. Skaut hann í skallan. Já, ég meina, það sem ég er að reyna að átta mig á er að hann stóð fyrir framan hann allan tíman hvernig hann náða fyrir. Það er mjög steikt. 11-10 Rísar Þórsararnir hann taka mjög svona solid ránd þarna en aftur á móti Peningurinn er akkurat ekkert ennþá frábær. Peningurinn Saga nógu góður með til þess að séu bara annað hérna full kaup. Og væntanlega með lúsubónus við erum svona tiltölulega fínt ef þeir tapa þessu rándi líka í lokarándi. Allavega Galilar og eitthvað svoleiðis sko. Já, Enok. Opnun á Bjarna, góð grena, tekur ágæti skaða Stjána hérna. Verða væntanlega að hópa sig saman núna Saga. Í rauninni mistökum sem ég held að Saga geti gert hérna akkurat ef þeir eru að dreifa sér of mikið og bjóða upp á fleiri fight on trade sko. Já, hérna Já, hætt fyrir línuna, ná Enok. Hann deyr svolítið snemma þarna. Já, hefði þurft að bara ekki fara í hennar fætt. Halda pressuna til núna. Ég skil alveg hvað hann er að gera. Hann þarf að halda pressu, en nákvæmlega þarna má hann eiginlega ekki alveg. Nei, þú sér að þeir eru komin með Shorti. Vita þetta er A. Núna bara rótið að rigna frá Þór hérna til að hægja á þessu. Og... já, stefna ég að taka bjútilið. ADHD og Vargur reyna að gera eitthvað úr þessu rándi hérna. Heldur alltaf að lappa bara í gegn eða hvað? Þetta er eiginlega smá galið. Reyna að stökkva þetta niður. Þetta er komið í eitthvað skrítasta ránd sem ég sé að Vargur nær einum. Þeir keyra væntanlega yfir á bíð. Nei, ADHD nær ekki treytinu. 1-1 núna, alltaf Varginum. Nær í bombuna, hefur tíma til að fara bíð en Stjáni Gulli hins vegar bara tilbúinn að mæta honum hér. Ó, hann heyrir í honum. Stjáni Gulli stepp. En... já... Nei! Vel gert hjá Stjána Gula. Líka bara, þú veist, tíminn var orðin það lítill að þú hefðir eiginlega alveg eins getað bara fórnað þessi hálfri sekundu. Ég fattaði ekki tímann þegar hann steppaði, sko, en svo fannst mér eins og þó hann hafi steppað eins og Vargur hefði ekki heyrt það af því að Vargur var svo ógeðslega tilbúinn að planta þangað til hann flassa. Nei, ég skil fake, þú veist, fake plantið.
gefið að þú ert ekki bara mikrosekundu eftir að klára. Hann var komin á seinustu töluna á plantinu, það getur alveg eins gamla að hann sé að, þú veist. Já, auðvitað. En eftir að higgja náttúrulega mikið pressa, 1 á móti 1, háir hjartsláttur. Það auðvelt að vera hérna í stúdíónu þegar þeir eru með 2-1 eftir með, þú veist, vonið lítur á klukkuna, bara fokk, tíminn. Já. En þetta náttúrulega bara 50-50, annarkvort svingarandi eða ekki og þú verður bara að veðja á annarkvort. og svo þeir taka þetta hins vegar 3 AK-ar á sögu og ef að Saga vinnur þetta ránd, þá er svolítið ódýrt, engin flöstin, línuna, þau bara svingar hann. Víta líka Mozart er búin að vera með vappaðan all tímann, sko. Og hann er eiginlega búin að vera að fá þessu tikk eiginlega alltaf, bara. Já, hann er búin að vera mjög góður í hérna í sítínu og það eiginlega er þannig að við þurfum einhvers konar galdra frá galdrakallinum til þess að Saga vinnir ránd. Því með. Það fer veist þar. Lappar Stjáni. Það er Stjáni að svara þessu. Þetta var orðið hættulegt þarna. Risa frakkarnir á Stjáni tilbaka, það sé ekki. Getur þetta. Þetta var neita. Já. 4 á 3. Eru með lörkið hins vegar í Monster, hvort að þær fá eitthvað út í því, kemur í ljós. En þeir eru bara 2 á bínu, þeir eru bara tilbúinir í þetta. Saga hins vegar komnir það neðalega að þeir þurfa að keyra bara á þetta B, en Þór hins vegar tilbúinir nær pikkinu hins vegar. Allt í einu orðið svolítið erfitt fyrir Stjána. Já, akkurat. Ég veit ekki hvað er í gangi hérna núna. 3 á móti 2. Skún ákveð bara að bíða hér sem er bara rétta í stöðunni. Hann veit að það er líklega að vera að halda honum. ATH komin undir, Vargur í góðri pósu líka. Ég held að hann sem Þór þarf að gera hér bara að halda byssunum, af því þeir eru ekki með gott kaup ef að þeir missa fleiri hér. Risa ránd hjá Vargnum, bara Já. Vinnur þetta ránd bara 1. Þessi 2 kill eru í rauninni. Átti í rauninni ekkert erindi í þessu kill. Nei, ótrúlega bæði 2 einhvern veginn. Og líka komin hérna nálægt, mögulega að fara að ná þessum vappa, ekki nema Mozart. Nei, hann gerir ráð fyrir þessu komni lengra. Það er öll 24 rándin. Hittir ekki. Ætlum við Saga geta droppað byssum og það er full kaup alveg og meðan að þó eru Viktor getur droppað einum rifli. Já. Mozart getur droppað MP9. Ef allt gengur eins og ætti, væri við örugglega að fara í overtime hérna. Það er ekkert með bestu vopnin og besta utilið, þannig sé mikil ábyrgð held ég á Mozart akkurat að vera stór í þessu rándi. Það er það og þetta er spurning hvernig Saga opnaði þetta. Þetta hafi verið svolítið, rándin hafa svolítið ráðist þegar þeir tapa rándunum, hafi tapað þeim svolítið bara strax. Það er bara 2 eða 3 eiginlega strax í opnunni og það er náttúrulega alvöru hóla að grafa sig upp úr í overpassinu. Ná eins og er bara risa map control. Hann er að vala að beða. Nei, hvað geggjaður smókur og tímasetningur, það svingi ekki mér út, Bjarni fellur. Risa á sortinu bara. Keyra allir verið á bíð, ætlar bara að vera monster push hérna, sýnist mér frá sögu. Hver er þetta? Þristurinn Tide með MP9 Close Monster. En þá bara halda 2 og 2. Þannig að, og með akkurat MP9 nálægt. Þeir eru með, sjá, 1 flassi kemur líklegast út ef hann er nógu snöggur. Nei, geggjað var hann fyrir að gleyma monster pushinu. Nei, þetta var flass. Bara bíða til því, ég held að hann væri með tíma. Bara öfugur með flassinu. Skilði, 1 í vatni. Gott pikkinn eða Mozart. Ábæðilega gert hjá Þór. Ná að loka þessu hérna 13, 11 og hnífjafnu leikur. Bara þetta ránd, seinasta ránd. Það var bara hjekka á knife edge sem maður segir, þetta er 3v3 svo bara allt í einu deyja allir 3. Þannig að hérna algjörlega þarna var leikurinn sem að við svona einhvern veginn sem að bjóst við að sjá í kvöldina. Bara svona 2 alveg jöfnlið. Við sáum akkurat að Saga smá bitlausir í fyrri part seinni helmings. Síðan allt í einu byrja að koma eitthvað svona skemmtilegar opnarir, Enok sérstaklega Vissart með hérna nokkur svona mikil impact frögg sem opnuðu svolítið rándið og Vargurinn líka með hérna eitt stórt ránd þar líka. Enok í þessum Vissart í þessum leik hérna með bara aftur
þegar þeir unnu ránd þá var það á einhvern veginn einhvers konar opnun og aftur, opnun og svo deyr hann ekki. Já. Alltaf einhvern veginn að gefa þeim rosalega mikið svona kill á þess að deyja, þar sem að allt þarf að ruglast einhvern veginn og bara er að spila mjög vel í þessum leik, þannig að Ég var líka ánægður með Mozart í þessu leik, atkvæða mikill, mjög sjáanlegur, var með mikilvæg frögn, líka þessum 2 frá Heaven í seinasta rándinu sem að lokaði leiknum fyrir þá 100%. og í rauninni var hann að spila bara virkilega öflugan leik. Já. Það var bara þetta eina ránd sem hann lenti í þessu óheppninni, þú veist, þegar hann var að stökkva þarna, sem ekki einu sinni hægt að fólta hann fyrir, skilur, þetta var bara svakalega óheppni, hann jump-pickar hann 4-5 sinnum áður, hann veit að þeir eru komnir alveg inn í hann. Algjörlega missir hann þessu. Nei, en algjörlega, ég myndi örugglega meira að gefa honum bara MVP í þessu mappi alveg sammála því, alltaf einhvern veginn sem þegar kom einhver svona 2 kill í opnun einhverju sem að svona svifta rándinu, þá var það yfirleitt alltaf Mozart að taka þessi eða með rifflun manna, hann bara algjörlega, bara frábælega vel spilað hjá Þór, gaf okkur það sem við bjökumst nokkuð við 2-1, núna er bara spurning, er þetta að fara að vera 2-1 saga eða 2-1 Þór, það kemur bara í ljós eftir smá. Tökum stuttar pásur fyrir næsta leik, Train er það sem er komandi í Decider og við sjáumst eftir rétt rúmlegar 5 mínútur. Já, bíllinn er nýlega búinn í gang, sko. Það eru 2 eftir áferðinni og hann alltaf farið að hekla í allt sem hann átt var. Og hann líka nýlega yfirfarinn og skiptum olíu og skiptum allt í bremsu. Fyrst að passa allt og hann. Nei, þú þarft ekki að pæla í því. Við sjáum allt hvernig þið alveg frá aðtölu. Nei, þú dauður! Þú dauður, maður! Þú er þessi bissa að hluka stóma? Nei, hann sé ekki dauður, sko. Hann er rauður, hann segir að hann er rauður. Þetta er kollegi minn, hann talar um ekkert rauðan bíl. Nei, á klukka 3 mánudag. Það er ekki vandamáli. Ég passa mér yfir. Come on!
Velkomin aftur eftir einn hnífjafnan overpassleik þar sem að Þórunn er að tryggja sér sigur í honum og setja þessa seríu í 1-1. Næst er það The Train Decider. Mjög spenntur fyrir hvernig þessi leikur mun fara. Þetta er náttúrulega útsláttarleikur fyrir þá sem veit ekki. Það lið sem að tapar þessu korti er bara dottið úr móti. Algjörlega. Og missir þar að leiðandi rétt á að mæta Dusty í undanúrslitum. Hvernig líst þér á hana leik? Mjög vel. Já. Íslenskur train third map er alltaf skemmtilegur. Já. Allir mappi spilast nokkuð skemmtilega og verður að spila það og getur ekki spilað það bara alveg, við erum ekki að vera að sjá hyper, bara alveg lötur hægt, það er alltaf einhver smá hraði og svona plays og mappi bara, já, alltaf verður mjög hrifin að train og liðin kunna á það, en þetta verður bara, held ég bara geggjað. Já, ég er allavega að hallast að því að þetta er eins mikið 50-50 leikur og hægt er að vera. Ég held að þetta sé akkurat að rætast úr þessu svona eins og við tölum í byrjun. Það byrjaði mjög skringilega, Saga einhvern veginn alveg stompaði þá, en einmitt Þórsararnir, þessi ránd sem þið tók hann í núk sem unnu sig inn í þetta, ég held að það hafi verið risastórt. Já, ég held að það hefði verið aðeins öðru í þessu leikur, hefði þeir ekki náð þeim rándum. Algjörlega, ná að klára overpass og ítókurinn inn train og hérna er náttúrulega hnífar upp á sætið, það skiptir miklu máli. Þetta er mjög sítisett mapp í nýlega, alveg bara svona 9-3 8-4 sko. Saga kannski að mínum mati örlítið betra terlið og ég myndi samt örgulega gefa Þór örgulega aðeins betra sétélið. Þannig að það verður áhugavert að sjá hvernig dýnamíkin í þessum leik mun spilast út, hvernig þetta er að fara að líta út í þessum kvöldi. Algjörlega, Saga er svolítið svona meira með svona bara svona individual plays og svo þeir eru með hann, Enok vissart þarna einhvers staðar í einhverjum svona possum sem að eru svo, hann taka svo mikið pláss, hann er búin að spila svo vel upp á það alltaf að drepa og opna fyrir alla aðra til að geta spila einhvern veginn, labba í hliðina á fólki og þannig að hann mun mæða mikið og honum líka áfram, veit ég. Þannig að ég held að hann farið mitt í kompuna. Verðið þar bara. Við sáum Varginn á móti hverjum voru þeir á móti? KBJ, þar sem að hann átti risastóra leik og var mjög atkvæðamikill í þeim leik. Spurning akkurat hversu sterkir og í rauninu hvor mun taka fórustuna í árásinni hjá þeim tveimur, hvort að Enok vissart er að fara að vera aftur risastór, hann er búin að liggja á honum mjög mikið í þessum tveimur kortum, er hann að fara að halda því áfram, er einbeitingar að fara til staðar til að vera svona atkvæðamikill, eða ætla Vargurinn núna að reyna aðeins að fara fram yfir. Algjörlega, mjög fróðlegt að sjá hvernig þeir spila úr þessu og spennandi mitt hvor byrjar hvar, hvernig svona spilast úr þessu í byrjun, þetta er búið að vera mitt sko, Núki var mjög one-sided, byrjað termegin og liðin að byrja svona aðeins betur í í báðum leikjunum, Saga byrjaði ágætis terraðan í það var Þórsararnir sem byrjuði terraðan. Já. Þannig að verður gaman að sjá hvernig þetta spilast úr þessu og bara ég held að þetta verði alveg bara örugglega jafnt út í gegn, svipað og passi var. Algjörlega og núna er þetta bara akkurat á leikmönnum. Þetta er útsláttarleikur. Þetta er risastór leikur. Hversu mikil pressa ertu að fara að finna fyrir og ertu að fara að ná að annarkvort að yfirkoma hana eða láta hana kæfa þig. Langskemmtilegustu leikirnir eru til að spila og leikirnir sem svona skilgreina það aðeins. Þegar þú stígur upp með í svona mappinu sem skiptir máli. Núna eru fyrstu 2 möppin í rauninni bara í bakluganum. Það er bara best of one upp á hver fer áfram og ég veit að liðin vilja bæði vinna að leika mitt. Alveg 100%. En hérna byrjar þá fyrsta hnífarándið, gerir ég ráð fyrir, er að detta í gang hérna og mikilvægt hnífaránd myndi ég segja. Og 100
Frælíf, akkurat, Saga tryggir sér hérna. Nei, byrju, var það Þór sem að... Nei, var að Saga, ekki? Jú. draf sinni stað, Saga. Maður kemur alltaf með Þór wins, ég hef bara... Höddið er skrítið örgli í hnífunum af því að það er ekki liðum rétt en sjáum hérna. Þeir velja væntanlega CT gerir ég ráð fyrir. Já. Það er svona óeðlilegt allavega að velja Terr í train. Já, algjörlega. Voru henni ekkert mörg mött þannig sem fólk valdi, það var kannski í það minnsta bara Anubis sem að ég man til að fólk var kannski líklegri til að velja það. Já, ég myndi alltaf sagt að það er alltaf skárra meiri sig að fara í Terr í seinniárpunum af því það er auðveldar að þú lendir í lélegum hálfleik og það er alltaf auðveldar að force Terr. Já. Auðveldar að íta þessast force issue og meðan í CT getur það verið erfiðar einhvern veginn að íta í gegn og verður að vinna stór rám. Nei, Ævipuls hérna, ATHT tekur á móti þemur stór pikk hérna, tekur á mollanum hins vegar, góðu molli. Mjög góðu molli, nákvæmlega fyrir það sem hann átt að gera. ATHT hins vegar mjög stór, taka 2 áður sem brennur. Já. Viktor, Vargur, treyta endur milli og Vargur. Gott crossfire hérna, já, flott hjá Varg hérna og ATHT er náttúrulega mjög gott að ná tveimur hérna. Þú veist líka skemmtilegt að Bjarni hafi verið með molla. Já, þetta var alveg svona counter á spilaranum þarna, en hann næri að píka í einn og svo píka í annan til að taka seinna killið og hérna þá einmitt er þetta svona úr þessu, hann tók 100 damage bara í mollanum held ég sko. Já, hann var í rauninni counterplayaður með þessu molla en nær samt 2 úr því, þannig að bara virkilega vel spilað hjá ATHT. Sjáum hérna, Þórsararnir kaupa 3 diglur. Þór er líka búinn að leiðilegt í rauninni fyrir Þór að missa alltaf fyrsta rándi í öllum kortunum, fyrsta. Þórsararnir diffuðu hérna mollanum í akrofjarkan, molluðu sjálfan sig út og er pussaðir upp fjarkan og deyja þannig að fá refsingu fyrir að feila stöfinu. Það er alltaf gott. Já. Hröð byrjun hérna frá sögun á 3 tilfellega hratt. Mögulega kannski aðeins og gráðuði núna miðað við komnir hérna í yfirtölu er að svolítið hjóla inn í þessi degluskot. Sjá inn. Og vel gert. En að sjá hann bara alveg fyrir aftast frá byrjunni. Bara railgun. Algjörlega. 2-0 fyrir Saga. Þórsararnir fórstöðan og það gekk alls ekki vel eins og ég sá þarna mitt að þeir feiluðu mollanum hérna, reynda að henda mollanum akkur hérna og hann lendi bara uppi í hjá þeim þannig að þeir meiri segja íttust inn í litlu hóluna, flassið upp frá CT-honum og hérna þetta geti að vera litið mjög silly út. Þetta er líka nákvæmnismolli sem þeir eru að taka úr. Það tekur hann á ferðinni þegar þú ert að hlaupa. Ég sé hann oftar en ekki akkurat lendi í að molla liðið sitt sko. Þú verður að læra, þetta er svona line up og trikk. Sjá hérna. Og svo er bara máttu. Takkar fyrst inn í hana bara alveg af þeim. Komið nokkrir hérna í Breiðholtið. Dom hins vegar mætti bara aftast þarna í 5-una og komið með backupi líka í fjarkan. Hætt rétt sleppur við að hérna fá hann að smóka í sig. Bakka bara út úr þessu. Þetta er, já, akkurat. Ég held að Þór sé bara svolítið hægt og rólega að reyna að gá hvort þið finni einhvers staðar og lappa bara eins mikið og geta þangað til Svo sem búin að gera eitt hérna, þeir eru búin að láta Sögu eyða öllu utilinu sínu sem að kosta peninga. Það er gott að hérna Saga er búin að henda öllu skún. Já, líka skúnin í horninu. Viðslögt sem er tilbúin að covera Viktor nær hins vegar skún. Mozart með annan. 2 og 2. ATHT með skátinn hérna, Viktor. Hefur ekki efni á að vera skotinn aftur allavega. 30 sekundur. Dom kominn í backup hérna. Þetta hefur verið skemmtilegt skot. Þetta var skotið sem hann þurfti að Mozart. Svona lítill tími fyrir Viktor að vinna með svo sem ekkert mikið hægt að gera lengur þessar stöðu nema kannski gera meiri skaða en ATHT finnur hann, setur þetta 3-0 og þetta er búin að vera nákvæmlega sama byrjun í öllum 3 kortunum, 3-0 byrjun. Saga byrja mjög sterkt. Þarna var þetta ránd var hékk svona á nýfsbrottið þarna í smá stund. Ef Mozart hittir þessu seinasta skoti þá vita þeir nákvæmlega. Þeir orðin með ATHT læst hann inni. Já, hann var fastur í kóreunni þannig að þeir fá killið þá bara vita þeir nákvæmlega hvað hann er og með nokkuð favorable 2v1. En
Sjáum við engin vappi á Mozart. Þeir henda strax út, stopp sign smoke, fara 3 upp, móti. Það er einum treytan strax hins vegar keyrir hérna bara upp fjarkan. Já. Sjá skún, fá líka info það er allavega einn af því fyrst. Skún ætla bara að taka hann að slag, þeir eru 2 alltaf mætunum og hann er að fara á gripinn með grinu í hendinni eða hvað. Hann er einum, býst væntanlega ekki við, jú. Vissart, hins vegar aðeins kannski ofljótur á sér hérna. Við erum 2 úti allavega, núna sér maður þá örugglega að byrja eitthvað að vinna inni. Eiga líka rauða stigan þannig að þeir mitt geta rótitað inn nokkuð svona þægilega. Já, hins vegar Vissart í góðri stöði hérna. Hann veit að þeir eru ekki að koma tvist inn, hann er eiginlega eina sem kemur til greina núna er bara rauða eða breiðholtið. Já, svo 5 mun. Æfigæðin þarf að hafa augun á því, en hann virðist vera, já. Þeir eru sannfærðir, þeir eru sannfærðir. Rétt. Og Dom kemst í mjög góða possu hérna. Góði tengimóli að fara þetta hérna, en leggar hann og Grenan ætlaði nær honum. Já, flott hjá Dom og ADHD. Góð smókur, flass yfir, reynir að droppa með honum. Nær því, Dom finnur Viktor og ADHD. Herðu, setja þetta í 4-0. Já, Þórsarinn þarf þannig að vita hann megi ekki, hann stendur hann í raun og gefur alveg frýtt leggshotið. Já, líka bara, málinn er ekki komin út. Já, og gefur info að þeir séu líklegast að komandana þeirra að passa að það þeirra að droppa hraðar strax á þessu en ekki reyna að sníkla sér hérna niður. Nei, akkurat, býða eftir móllanum, veist að þú ert bara að fá línuna af línunni og þú getur allavega reynt að labba með því, sko. En kannski aðeins og fljótur á sér í þessu rándi. 4-0 hérna, en aftur, þetta er mjög sítið mappi. Þannig að ég get alveg sé hérna báðum einir í liðanum koma sko að sítja alveg að þeir ekki finna rétt að rándi. ADHD fljótur eins og að finna opnum, Dom alveg staurflassaður, en hægir á þessu. Já, nær mollanum úr sér og stoppar þetta 5-3. Það er einum í flassinu, nær 5. Nei, 5. Mögulega 3. Nei, Bjarni fljótur, hann á honum. Allir fljótur mættir. Orgi fljótur að taka þetta, setja til 5-0. Enn og aftur, ekkert eðlilega góð byrjun hjá Sögu. Já. Hún er búin að vera svona nokkurn veginn, svona, er þetta ekki alltaf búin að fara svona 5-1 Já, þeir eru búin að koma 5-0 eða svona. Sér í 4 eða 5-0 í hverjum einasta áleik, eða 4-0, komst í 4-0 ópass. Það var 3-1 þarna á tímabili ópass, það fór 5-1 síðan. 5-1. En þetta er svona, já, pluss mínus 1 ránd, en mjög góða byrjanir sem að í rauninni gera það verkum að rústa núkin og gera þennan ópassleik. Þeir tapa honum mjög tætt af því að þeir eru með fullt af grunn komni strax í og svipaði þannig intended. Já, bara hlaupið í döðdægin. Fyrsta pussið þarna, þetta 3. Eitthvað að gerast hérna núna. Óf, ADHD vita af báðum held ég. 1-1 allt í einu, 2-5-3 í 1-1. Gott reposition hjá honum ADHD, kemur í tengið. Já. Held að Viktor er ekkert endilega að fara að fatta það alveg strax. Alls ekki, Viktor er mjög vissum að hann sé einhver staðar í stoppsæðinu. En finnst að hann fer í þetta play þá svona fer hann kannski að vita hvað er að gerast núna. Að gruna hvað getur verið í gangi. Já. Finnur ADHD alls ekki. Gæti mögulega að labba hins vegar í crosslínuna þarna ef að, nei, hann ætla bara að bíða ADHD. Já, ADHD er til í að hann reynir að labba inn sem er alveg svona, Viktor getur unni freistast til þess þegar hann pikka bombuna og er að leita. Ég held nefnilega að það gæti nefnilega gerst, sko. Hann er búinn að klíra kóriðuna alveg, hann ætti að vita, hann er með smók. Þetta ADHD heyrir hann. Nei, hann er ekki búinn að heyra í honum ennþá. Fake steppar hann. Þetta er eitthvað skák í gangi hér. Hann er með annan smókan Viktor. Labbar í gegn. ADHD labbar alltaf inn í smókin. Viktor hann gæti hafa síðan á radar, sko. Svo er með pistlan upp í snæði fyrir vappan. Hann ætlar ekki að reyna quickskopið, en Viktor tryggir hérna fyrsta rándi hjá Þór eftir bara 5-2. 5-2. 5-2 og Saga svona einhvern veginn
hendir þessu frá sér og þetta gæti alveg orðið svolítið dýrt af því að eins og við segjum, þetta er mjög sítið map og ég ætlaði að fara að blörta því út um mér þegar staðan var einmitt 5-2 bara og Saga lítur allt í hennum út svona mjög solid rústuð þarna út í röndinu en svo einhvern veginn bara hrinur það á þeir missa þarna af Viktor út í samlokuna og samlokun eða hann tekur þarna 2 risastór kill. Líka bara rondið sem Þór þurfti eitthvað aðeins svona til að auka sjálfströstið sína að þeir geti þetta Já, geggjað entry hjá Tide nær honum í gegnum smókin ATH fellir þarna núna spurning hvað þeir ætla að gera út af þessu 2 að fíkra sig átt að tvistinum til viðbútar miðað við þetta erum við líklegast bara að fara að sjá þetta, 2 fyrir Breiðholti hann bara grillaðir Hann tók upp mollan, helt að verið smók fokk Hérna er Já, frábært hérna hjá Þór hún að vera tiltölulega ódýr frögg hérna fyrir Þór engin bomba sem þetta einn á mollanum, einn í gegnum smók og 3 á hliðinni það var bara eins þægilegt ránd fyrir Þór og þetta gat verið algjörlega, en risastórt 5-2 og peningurinn hjá Saga er búinn Já, við sjáum eitthvað svona mjög erfitt kaup núna hjá Sögu og ef þið tapa því rándi þá er Þór komin bara með nokkuð gott erindi í þennan leik 100% halda vapp og AK og geta þá gæti verið verra geta droppað í rauninni, þeir geta verið með 4 rifla Já og þeir gera það alltaf ég held að sé bara örugt, sérstaklega með vappan train, city side, aldrei þessi alltaf búin að kaupa einn að kaupa svona Setja líklega svæntalega bara varginn og ATH í að sækja frögginn í þessu rándum og hinn er bara aðeins meira support, nota AK-in, nota vappan Það þeir kaupa með þessu Forsa hérna niður alveg Forsa hérna Svo sem ekkert annað í stöðunni með þetta með 4 byssur Þórsarnir hérna geta aftur bara algjörlega hérna komið sér í frábært stöður Komið í samlöku frekar hratt, tætt getur mögulega bara síðan í stíla hugmyndum Já, þetta er vond að missa svona bara með þessi ATH hins vegar góður að finna hann þarna 2 að koma út rauða sýnist mér Gott ekki á Stjána orðið svolítið óþægilegt fyrir Sögu núna, ekki margir til að halda öllu sem er í boði. Þórsarnir eru búin að defaulta mjög vel hérna síðastliðin ránd. Bara dreifa sér mappið, kontesta entryinn, treyta þau niður og fara svo bara í svona regroup. Eina sem geti verið hættulegt er ef að Dom ákveður að fara inn líka. Þetta var ekki hans að sagði þurfti akkurat núna náða að treyta Dom, leit illa út af henni smá, en líklega þess að siglaði sig hérna inn í 5-3 og ekki neitt til að vinna með núna hjá Sögu. Algjörlega 5-3 þurfa að spara hérna. Einhverja deglur og fefsæðin hérna á línuna. Já. Þórsarnir er hérna búin að spila mjög fínar opnanir, taka killin og bara svona skipulega í góðu flæði sem er góðs viti fyrir þá, held ég. Hvernig er að vinna sér án lítur bara flott út fyrir þá. Viktor eiga hérna stór fröggin á milli og sjáum hérna hvernig peningurinn er mitt svona víxlaðist þarna þegar Þórsarnir komið sér á blað og það er mitt kom úr hérna 5-2 rándi með deglur og tekkur. Já, algjörlega. Þetta er fljótt að snúast. Þetta er væntanlega pása, gerir ráð fyrir pásu frá Sögu, svona miðað við. Ég reyndar ekkert oft eitthvað mjög hrifin af pásu rétt fyrir ígvaránd, sko. Vill yfir þetta telstaka fyrir kaupránd bara þannig að þú tapir ekki bara strax í kjölfarið ef að líkindalega séð þú ert líklegur í það. Já. En það gæti svo sem alveg hafa verið frá Þór líka, sko. Já, sám til hérna. Þórsarnir virðast fara bara í sömu opnun. Tætt hendur æfínu, þeir fara 2 inn í fólta. Veit ekki að tætt hann í hotninu, 2 á línunni.
Já, flott pick. Vita að ég hátti hann að nálægt, molla hann út, spurning hvort mollin nóg til að íta honum þarna í línuna. Þórsararnir bara að spóla upp fullt af rándum, lifa margir, búti pening. 4 rándi bara mjög gott. Já, það er bara allt von og það er bara bónus. Já, og líta eiginlega bara út fyrir það að taka alltaf meira en 4 rándi hérna, sko. Þetta er rándið eiginlega örugt og bara líta ansi styrklega út hérna. Hann héti þessar. Já. 5-4. Þannig ég fari ekki það bara aftur með pásuna. Þetta er bara pása nr. 2 held ég eða ekki sem við erum að sjá. Jú. Við sjáum þetta bara rosa lítið í íslenskum CS að fólk er að nýta sér þessa pásu. Já. Það er náttúrulega bara að því að þetta er náttúrulega svo mikið, yfirleitt tekur pásunum náttúrulega til að svona skerpa á einhverju sem þú varst búin að fara yfir og pæla í. En fólk á að vera grimmt að taka þér þó þið séu bara einmitt við séum í, þú veist, ekki jafn skipulöð og svona meira pöggja og það taka þér upp á bara eða skiluru móralslega séð eða frista hina, láta þá bara halda og sért að fara að kúka eitthvað svakalegt upp, þú veist, eða bara einmitt synga kaupin saman, þú veist. Geggjað endri ATHT tekin og maður hefur líka að sé pásur þegar eftir eitthvað klötch, það eru hjartslátturum minni 200, þessar til þess að fljótur að svara í þessu rándi, setur þetta í 4-4, missir held ég Bjarna fram hjá sér hins vegar. Gæti verið mjög stórt núna ránd fyrir Bjarna. Já, sérstaklega því að þið sjáum að Saga er í rauninni búin að taka... Þeir ætla að taka hann inn, en ekki endilega það besta sem getur gerst í þessari stöðu að þeir eru með einn í rauða framalega. Tíminn er svona spurning að þið sjáum þeir vita þetta á hinn bakka. Hann væntanlega fer bara í tengin, gerir ráð fyrir. Bjarni heyrði... Já, hann fer í tengin. Þeir hljóta við... Nei, næra nú hann ekki. Opna bíðið algjörlega fyrir Þór og líklega þess að tryggja þetta ránd fyrir Þór með þessu múfi. Já, allavega þetta er ofboðslega þungt hérna fyrir Sögu hérna. Það er eitthvað ríktekur á þessu, peningur líka bara ekki góður heldur. Þannig að ég gerir ráð fyrir því að þeir bara reyna að halda þessu. Nei, þeir hjóla bara í þetta. Er þetta það sem þeir þurfa núna? Kemur í ljós. Þetta er að sleppa til hjá þeim enn sem komið er. Já, þeir þurfa að koma sér út úr þessu ef þeir geta. Þetta er bara búin að tikka allt og lengi. Já, ákveða að halda núna, vel gert. Það er ótrúlegt að sé að lifðu allir 7 leikmennir í þessu kaosi sem var þarna. Vel spila hjá Bjarna, dingar hann í gegnum vegginn, dingar hann síðan aftur. Þórsararnir búin að vera mjög flottir innan 5 rándir í terrinu og aftur allt á bakinu á einu rándi saman 5-2. Já. Það er ofboðslega fljótt að snúast einhvern veginn momentumið og hérna hjá fólki. Já, algjörlega. Meðvindur er einhvern veginn alltaf að skipta átt bara. 100% virðist hafa haft svona áhrif á sögurnar, þau töpuðu sér 5-2 hérna bara þeir hafa valla setið sólur og verið svona, þessi ránd hjá Þór hafa verið mjög örugg, auðvitað fyrstu gönnundin var þetta mitt eins og þú sagði, tókur rosalega ódýr entry, smoke kill, grenu kill en þú vinnur þeir oft inn svona hefningun með bara einmitt góðum protokolls spamma smokespammi er ekki... Þú ert að auka líkurnar á hefninni með akkurat svona réttu hreyfingum sko. Margur hins vegar er að svara þessu. Já, mjög gott treyt þarna fyrir þess að það verið rosalega. Var hann ekki flassaður heldur og hvort að flassið hafi ekki lent nægilega vel. 4-4, 2 hérna alltaf klíra rauða. Það hefði viljað sjá hann skjóti gegn. Helst er það bara svona leysi geislaðan nós með X-rayið on. Tætt ógnar þarna er tilbúinn. Bjarni veit að við erum í tvist. Nær. Já, vel gert, það svingar akkurat af skotanum hjá Bjarna. Já, vel gert hjá Þór, er að spila þetta mjög vel. Skiptast á að svinga á línurnar, alltaf að draga athyglinna. Andi hátt eins og vel staðstöður, Mozart tekur hann eins og er mögulega bara að fara að
Sáu þeir hann Sá ekki? hann ekki? Já, nei, þeir sá hann alls ekki. Bjarni er ekki að fara að vita af honum hérna. Já, en hann þetta kíkir örugglega ekki. Bjarni með hann. Já. Bjarni þorir ekki að kíkja, hann heldur að... Herru. Bjarni! Þetta ég veit ekki af hverju Bjarni er svona stressaður að hann veit af honum og hann á að vita að hann veit ekki af honum. Athyglisvert. Ég veit ekki... Mjög lengi að... Já, bara leið og hann tekur skotið, okkur er ekki bara búin að snúa þér og taka hann, sko, en... Ég held að þetta hafi verið. Ég held að þetta hafi verið taugarnar... klálega taugadæmi, því undir eðlilegum kringumstæðum hefði Bjarni held ég bara farið í þessu línu. Og í rauninni skiptir þetta engum máli í stóru myndinni þegar fyrst þetta klárast eins og hann klárar þetta og einmitt. Það hefði verið ennþá lúðalegra ef hann er drepan enn í baki en það bara svo skrítið því að svo langur tími er náttúrulega að vita að maður ekki að klíra enn, eða hann var búinn að gefa held ég hefði haldið en þeir náttúrulega vissu ekkert einhvern veginn hvernig þeir vissi hvað AT var nálagt þeim í rauninni þeir eru komandi út úr kompuna. En Þórsararnir 6 ránd í röð, hún er að smíða Rísastórt ADHD kemur hérna og bakkar, 14 frögg líka. Já, ADHD er búinn að vera bara lang atkvæðamestur í þessum City-háleik. Minna svona sérst af stórum playum frá mitt Wizard og og öðrum eins og hefur verið í gangi aftur. Þetta var athyglisvert, smá trigger-disciplín þarna hjá Bjarna. Hann ætlaði í nákvæmlega sama play og hann tókst í áðan sko, langaði það örugglega svona að byrjaði að hugsa það í hausnum á sig þegar hann kemur í gegn. Algjörlega, sér hann er að horfa á sig, ég veit ekki hvort hann var að bíða eftir að hann myndi lenda til að hreinar skot sko, en bara aðeins og snöggur á vappaskotinu. Jæja, allt í játnum, klassískt 6-6. Verður þetta ekki bara 6-6-6 annars, það er þannig lykt af þessu. Já, algjörlega. Hvernig þetta er að spilast, þú veist, liðin verið að svona skipta momentuminu. Sín á milli. Ég veit ekki hvort ég er að fara með rétt máli hérna, en ég held að Saga sé búin að vinna öll pistol nema 1 og það var Terra hérna í Núk sem að Þór tók. Já, Saga er búið að vinna ansi mikið af pistol. Já, þeir töpuðu mitt... Bara Núk pistolinu. Já, þeir urðu að vinna, það var 11-1. Já. Þannig er unnið það, en annars hefur þeir unnið bara öllir indi pistolrondin. En það ekki? Jú, nokkuð greiðlega sko. Þeir eru unnið bæði pistolin í Núk, nei, Overpass. Nei, unnið bæði, splittuðu Overpass. Splittuðu Overpass. Unnið bæði terr-pistolrondin, fóru bæði A. Já. A og enduðu að vinna rondin eitthvað svona. Jú, mikið rétt. Sjáum bara eiginlega smá speklaránd nema 3 að fara æfi núna í staðin fyrir allir. Dinkar, Mozart, mæta hérna. Líks skot hjá honum. Er hann svona einu viðbót? Nei. Það segja, hann næði þremur með 7 HP. Það hefði verið kannski aðeins svo mikið flott skot hjá Wizard. Báður í kompani. Vá. Bara vel spila hjá Þór. Þeir ætla bara að bíða, spila saman. Þetta geti verið vont. Ég ætla að segja. Það lappaði hann eftir. Svolítið óþægilegt að vera vargur akkurat núna. Ég held að hann viti ekkert þannig sé hvaðan þeir eru að koma, en hann er með lykt af allavega einhverjum í stoppsæm. Ég held að núna sé hann eiginlega bara vissum að þeir hafa verið báðir þarna því að hann væri einhvern veginn og hann lappar inn, Hann er klírar þetta, hann veit núna nákvæmlega hvar þeir eru, sko. Þeir þurfa náttúrulega að leita hann uppi hins vegar. Þeir eru að leita kittinu. Planti fyrir hann líka í tengir. Þetta geti orðið svolítið erfitt fyrir Þór núna, sko. Stjáni náði kittinu hins vegar, þannig að þeir... Vel gert, Viktor þurfti hann á þessu. Stjáni líka með... Deft þarna sem að Arnar hefði átt erfitt með að klíra, en flott ránd hjá Þór. Já, hefði þurfti í rauninni að ná Viktori tiltölulega hratt þegar hann fór á línu. Já, annars... Væt svinga svolítið mikið. Já. Hvort hann hafi líka myndi fatta þenni eða kíkt. En 7-6 og Þórsararnir setja sig svona í bílstjórasætið aðeins hérna. Já. Risastórt ránd hins vegar framöndan hérna. Saga forsar, 2 galílar. Við erum búin að sjá forsið eða bara alltaf. Já. Það er engin bara ákveð að gera það ekki. Hraður smók, samloku og engin út með því. Feilur mólar þetta móti rauða þarna. Þannig að Sítjarnir komast inn í rauða óséðir. Ekki alveg að ná að tengja þarna munar einhverju
einhverjum millimetrum. Mozart fastur í horninu hana. Vel gert, fljótir að koma í coveri líka. Já, mjög stórt hérna. Þeir eru líka að spila mjög aftarlega, Þór. Já. Margir í átt að ævi, sem kannski skiljanlegt að þeir vita kannski að þeir eru ekkert að fá rosalega góða bystur á móti sér. Þannig að ef að þeir fara út úr tvistin, þá eru þeir ekkert endilega með vopnin til að taka sætið auðvitað. 8-6, Saga þurfa að henda sér í spari hérna og Þórsararnir eru að aftur setja sér í síti hérna, komast þér í fullgúti með að vinna hérna rándinn, þannig að þeir eru í bílstjórasætinu. Spurning hvort ég geti klárað þetta alveg. Ég einhvern veginn held að við sjáum samt hérna eitt momentum shift enn og við förum eins og ég sagði. Ég held að þetta fari alltaf í öll 24 rándin eða nálagt í liðin hafa einhvern veginn verið þannig hérna í dag eftir en fyrri hálfleik í núk. En spurning hvort við fáum hérna ránd á galdrakallinum. Nei! Hann fær ekki einu svona að byrja það. Bara, fyrir hvort hann hafi í höfu bara séð það, hvort hann hafi bara verið að tikka á línu. Erfitt átt að sjá þarna svona langt í gegnum þessa molla, sko. Mjög gott skot hjá Mozart þarna, gefa ekkert eftir og svona. Næra dinga ADHD þarna. Svo með við þetta, Þór að sigla hérna inn 3 rándum, við ættum að sjá Sögu sigla 3, skiptist þetta sín á milli einhvern veginn. Næsta gunround verður mjög stórt. Líka verður gaman að sjá hvernig það spílast, því að Þórsararnir hérna, rándin hafa verið tiltölulega auðvelt. Af því þeir eru yfir að þeir halda áfram að ná þannig rándum og þá þeir eru komin hans í nálægt endamarkinu. Já, algjörlega. Og líka, þú veist, við vitum að Saga ekkert endilega með neina execute, sko. Nei. Saga munu þurfa alltaf verið að treysta á það að playin hjá Wizard virki og opnurinn kom eða vargur ná einhverju flank. Þeir eru ekkert að fara, þeir eru aldrei að fara að henda mitt í einhverjum 4 smóka og eitthvað svona, það er aldrei að fara að koma. Late round, eitthvað svona, eins og Þór gerði það sem er defaultu og svo fóru þeir saman í eitthvað svona skipulagt. Þetta verður meira svona, svolítið vilt og treyta þetta niður í einhvers konar 3v3, 2v2 og svo reyna að loka þið þannig. Mér finnst í rauninni Saga, hann vantar smá upp á að nýta potentiali sem þeir hafa. Ef þeir hafa þetta til að falla aftur á, skiluru, aðeins meira svona coordinated executes og plays þegar hlutir eru ekkert endilega ganga eins og þeir vilja, en þeir hafa það náttúrulega ekki. Þeir verða alltaf bara að treysta á að þessi pikk komi. Wizard sækir eins og það er opnun hérna, eins og við tölum og annað. Sjá held ég byssun hans, já, vita á hann 2 að halda honum á línunni, Molla nær ekki öðrum úr þessu, en hins vegar 4 og 3, Stjáni verður að vera stór hér, nær því ekki, Vargur fljótar að taka hann út, Ríteki kemur inn, tiltölulega rætt, en já, ég geggja rífragan hjá Skúna, þessi ekki rífrag, bara á línunni og ná honum út. Sjáum hérna, Tætt ætlar að setja pressu allavega á þá, hann á Smoke og Kit, hann veit ekki. Erum við að tala að Þór eigi 1 kaup inni? Já. Held þessi ekki til. Nei, og svo er allavega 1 kaupina, voru búin að lifa nokkuð stable í. Já, sjáum líklegast Tætt droppinu uppa á Mozart, þegar Mozart bara með nóg pening til að kaupa hann sjálfur hins vegar. Þetta gæti snúist núna ef að Saga nær einhverju stórum kunstum hérna. Já, stórt ránd hérna, hvernig það mun spilast úr þessu. Ég Saga reyndar lifa náttúrulega alveg 3 einmitt, þannig að þeir eru með ágætis buffer bak við þetta, en alls ekki stórkostlega. Jótar sem er lína meira mæta en Mozart komið með flott hérna, 2 pikk hjá Mozart, þeir eru búin að reynsa alveg Breiðholt, ég vita að þessi ekki fleiri þar. 3 manna play. Já, Wizard nær ekki alveg að tingja, en 2 að koma ævi. Þetta munaði litlu, þetta er óheppilegt. Tætt ansi kokki einhvern veginn með bara hliðina í. Já, en Mozart er að fara að ná. Já, trade, en hins vegar. Mozart með 3 í þessu rándi, 2 og 3 núna. Vita að Wizard var hérna úti áðan, hvort hann sé þar ennþá er ég ekki alveg viss um. ADHD lappar í þessa línu, Mozart með 4, er hann að fara að fá ace hérna núna?
Þetta er mikilvægt rán til að ísa í, en já, þarna kom Mozart geggjaðurinn. Já, þetta var risa saga, líka- hinsta kaupa, en eru í rauninni með, þetta eru bara, já, þetta er valla kaup eins og maður segir. Já, þetta er daburt kaup allavega. Já, Og líka bara, þú veist, þannig gefið Mozart smá props, bara góður að repositiona sig á góðan stað Já. og taka, þú veist, 2 í viðbót. 100%. Tekur hann 2 mitt svona svolítið aggro entry, bakkar svo í bara rosalega, þú veist, backline og svo færist í safe línu þarna sem er unni, Já. bara svona mjög þægileg safe. Þeir voru náttúrulega aldrei að búast með Mozart þar, allavega eftir fyrsta piki, sko. Býttu nú við. Mozart aftur. Mozart með 2 komnir bara allir Og inni. bomban liggur með þessum Þetta er björganum. bara að líta alveg mjög illa út fyrir sögu núna. Já, því þetta var náttúrulega kaup, en býttu nú við. Já, Bjarni nær honum ADHD einn eftir hérna. þetta var ansi stórt ef Þórsararnir klára hérna eins og lítur út þá er 11-7 og Saga á 0 penning og í öðrum 2-4 lúsbónus eða eitthvað svoleiðis. Já. Þetta er orðið ansi brött brekka fyrir sögu hérna og Mozart er sá sem er að byggja þá brekku. Algjörlega, Mozart er í rauninni, þessi 2 ránd eru búin að vera mjög stór og líka bara mikilvægasti rándin til akkurat að stíga upp í. Alveg 100%, bara 2 risa ránd með risa, þeir eru ykkur 7 kill í þessum rándum. Og brýtur bankan algjörlega hjá sögu núna með þessu rándi, þú ert að fara að sjá Tech 9 rush örugla bara eða eitthvað þannig. Hérna þurfa Þórsararnir að standa í lappirnar á móti hverju sem kemur og í rauninni spilandi eins og eru búin að gera þá ættu þeir að sigla rándi þar sem að þeir koma sér í 12-7 og hafa þá 5 tilraunir til að klára söguna en við samt kemst út með degluna. Og hinn fara inn. Góðu molli, einn þar að hjóla í gegn, hinn ná ekki að fylgja, kemst í cover, bakku mætt og 12-7, ná ekki einu sinni fraggi, ná ekki planti og núna erum við að tala bara back against the wall. Já. Þetta er bara, það er engin útkomuleið. Það eru 5 í röð sem þeir þurfa að taka til að við fáum með 6-6 hálfleik sem við töluðum Þórsararnir hins vegar. Og líka erfitt að brjóta bankan hjá Þóris að staðinu núna. Góð peningur, eiga allavega 23 ránd inni. 100% og Þórsararnir eru típurnar í það að þeir eru með líklega til þess mögulega að þeir bara deyja 2 snemma þá munum þeir bara fara í 30 manna sparið og halda bankanum gangandi. maximæsa öll rándin að fá sem mest út úr þeim. ADHD getur enn nær endri. Gott. Það er einn með grenu enn stóða eftir þessu. Já, Mozart aftur. Mozart. Og hann er bara að hitta í dag. Mozart treytar niður þannig að þetta er 3v3 en Mozart er við að baklínunni og búinn að vera algjörlega ótrúlegur í seinustu rándum. Mozart lappar hérna utanum. Vel gert hjá Viktori. Dom er búinn að klíra. Þeir vita reyndar að Dom er búinn að klíra inni. Já, en Mozart er bara með þessa línu. Það er 3 aftur. Þetta er búið að vera back to back. Þetta er búið að vera... Hann er búinn að ná 3, 2, 3. Já, 8-9 kill í 3 rándum. Já. Og já, hérna er það bara stimpla sig inn hérna líka bara sem að tapa þessu ef þeir ætla að gera það. Já, hann að stimpla sig inn bara líka sem er bara topp lappi hérna. Það get ekki tapað sér, það er 2 smóka og molla. Já. Smóka bombuna. Fyrir deppið hinn er haldið komið 12, eða hvað, 13. Mozart. Já, hann fokkar í kameruna, let's go. Herðu, það er ekkit annað. Hann átti það líka 24, eins og hann fór á með 10 frögg í 3 rándum til að klára hann að bara hann að setti breki þetta bakið. Algjörlega, þú veist, við erum að tala líka að var lítið sjáanlegur í núk. Bara ósýnilegur í byrjuleiksins. Ótrúlega sterkur í overpass. Og séðan bara hetjan í trein. Hann vann sig inn í þetta overpass, sýndi svona við fórum svona, já ok, hann er hann, og svo bara í treininu alveg, og sérstaklega eins og við stöluðum með hann, crunch time, klötsinu, allt undir, þá bara á stegan upp. Mér fannst þetta líka vera alveg svona, Þór hefur miklu meira til að falla aftur á.
fundamentally, ef að hlutir að ganga illa, þá eru þeir með executing, þeir eru með playin, þeir eru með utility, þeir eru með allt svona fleiri hluti til að vinna með. Og það klárlega var að skína í gegn í þessum, sérstaklega í train, að þeir höfðu töluvert meiri svona fleiri svör. Eftir því sem að leið lengra á leikin, sem að meika mjög mikið sens, að þú með meira í bakhöndunum einhvern veginn, að þá getur þú lengur haldið þér, einmitt eins og við sögum að í núk, þeir rándsegði vinna næst, þeir halda sér, þeir koma sér í gang inn í leikin þegar leit út fyrir að Saga væru bara að skjörsamlega stímróla á sko. Algjörlega, og í rauninni bara, þú veist, líka frá fyrir sögu, þú veist, þetta það öflugt lið, það öflugi leikmenn og líka, þú veist, þeir eru búin að vera eitthvað svona kjarnanbreytingar, leikmenn inn og út og allt hannig, með kannski aðeins meiri tíma það sem þeir fara og drilla og fara yfir akkurat í útilið og eru bara svona aðeins meira fundamentally lið, þá værum við að sjá allt annað. Við varum að fara tiltölulega öflugara sýningu heldur við sáum núna, þótt að Saga voru alveg geggjaðir í dag, þeir voru mjög flottir. Þór hins vegar kannski bara aðeins og stór biti akkurat í train, eins og staðan núna. Þannig kannski förum í það MVP. Það fer þá bara á Mozart. Það ekki? Hann bara lokar styrrunni í þeim 2 upp sem við vinna, þá Mozart. Og lokar leiknum hann alveg í lokinn, þannig að algjörlega Mozart hérna, er það hérna, shoutout á Wizard eins og sé, við fannst þannig í gegnum allan leikinn að ef að Saga vann round, þá var hann með 100%. skilur með impact í roundinu. Þetta líka sem ég hafði pínu áhyggjur af var akkurat að þú veist, þetta eru 3 möpp. Þú getur ekki verið með sama performance í gegnum öll 3. Það á einhverjum tímapunkti ert að lendi í einhverju svona aðeins óþægilegri en vanalega og eitthvað hannig, en þá þurfa líka aðrir að vera bara tilbúin að taka þann bolta en það var í rauninni engin þannig sé í train fyrir sögu nema kannski ADHD í setji var svona nokkuð þéttur og var að gera góða hluti en sem kemur náttúrulega bara terror og þá akkurat kannski lítið að gerast þar sko. Með þessu erum við búin að tryggja, eða Þór búin að tryggja sér það að þeir mæta Dusty. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig schedule á þriðjudaginn aftur eins og næsta vika, þriðjudag og fimmtudagur. Hvaða leikur á þriðjudaginn? Manna ekki. Okay, Challenge móti rétt stilt, ég geti séð þar. Ég held að það sé veka KBO á fimmtudeginum og ég held að það sé Þór og Dusty. Það voru að íta á matches til að sjá dagsetningu. Já, við ætlum bara að fá þetta á hreint hérna hjá okkur núna. Það verður að opna þetta fyrir okkur. Þór Dusty fyrir þriðjudagsleikurinn. Algjörlega, þannig að næsti leikur á þriðjudaginn mun að vera Þór Dusty. Ég gerir ráð fyrir að þú og Tommy. Tommy og Óli. Tommy og Óli fyrir það eru þriðjudagsfélagarnir. Akkurat, það eru þriðjudagsfélagarnir. Þeir munu þá vera með þá útsendingu. Spennandi leikur að sjá þar. Þór væntanlega vilja fá hefnd bara eftir hvernig riðlarnir fóru og síðan á fimmtudaginn veka KBO-ð. Veka væntanlega vill fá hendurna sína þar. Þetta eru bara bunch of revenge matches alla leið. Óskum bara Þór innilega til hamingju með hana sigur og tryggja sér hérna undan úrslit. Eitthvað meira sem þú vilt bæta á það? Takk fyrir kvöldið, bara takk hérlega fyrir kvöldið og við sjáumst þá bara á þriðjudaginn í næstu viku klukkan 7 aftur. Takk fyrir okkur.